Föstudagurinn 28. júní og FM 95 Blöður hafið göngu sína á ég ætla bara að segja rosalugum föstudegi. Auðun Blöndaleiti, ég og sitt í mínu sæti beint á móti með sýkta þeirri Egill og Steindi. Það fullur bátur og líka eins gott því að þetta síðasti þátturinn FM 95 Blöður fyrir sumafrí. Drengir, alltaf verður þetta að fara frí. Já, ég þarf ekki eins og að spyrja ykkur. Þið eruð ekki í. Heyrðu, Egill, tók mækinn til sín og minn hrundi í gólfi. Nú fær Rikki bréf. Ég var að opna í ískattan túborgarna 0,0% Classic. Já, ekki 2,5, þú komið 0,0. Já, helvítis Túborg Classic. Þetta blöðar nú rólegur. Já. En ég hef aldrei verið betri. Það reynda við ljúum ekki að hlustöldum. Þetta var ekki 0,0. Nei. Og en sko það sem pyrra mig núna alltaf að þeirra búlja mig í frí þegar ég vil vinna. Við erum búin að berjast gegn þessi mörg ár en við verðum vist að fara í frí í júli. FN blöð alltaf í frí í júli og við 5 vikna frí. Já, 5 weeks. Það rosalegt. Það langt frí. Hvað þjóðan að gera næstu föstudag? Já, fólk náttúrulega með blökastið. Já, það er reyndar. Hann fyrir aldrei í frí. Við verðum þar. Við töðum þar. Það er ekki. Heldur áfram þar. En sko, það búið að vera að senda eitt besti fótboltamaður Íslands fyrir upp á Jóhann Berg að hlusta. Hann búin að segna sig inn. Hann eitthvað stær í sumafríi. Við lofum honum sjóið besti ljósmyndari Íslands. Baldur. Baldur Kristjáns að hlusta. Það verið að halda, menn að halda okkur á tánn. Rosalega kannúnur að hlusta. Það verið að negla okkur fyrir sjó. Strákar, ekki alveg, þegar góður í dag, það ekki alltaf tíu. Jú. Það þarf ekki að spyrja. En það síðastu þáttu fyrir frí, þá gís. Ég í geggjuðingu. Já, ég líka. Það að því að þú veist, náttúrulega við erum með risa kvöld líka framöndan. Já, það bara strax eftir FM 95 Blöð hendur okkur yfir í stúdíu því við erum með unboxing blöðkassins í beinni útsendingu. Og það breytist aðeins, þetta verður á vísi.is og svo þetta á Stöð 2 fyrir áskrifendur. Þetta í fyrsta sinn sem við erum bara á Stöð 2. Þannig að þú ert áskrifendur á Stöð 2 þá getur þú hort bara þar í beinni útsendingu. En ef þú ert ekki áskrifendi þá getur þú hort á þetta á Stöð 2 kynning eins og það heitir. Já, það bara svipu stöð og bara Stöð 2 vísir. Bara rétt fyrir honn. Og fyrir þess að skilja ekki unboxing og það ekki allir svona Steindis unboxing lúði. Unboxing nerd. Þetta getur ekki verið einfaldar. Þú sest og horfur okkur opna pakka og kannski verður nafnið þitt dreigið þú ert áskrifendi. Og það bæðist ekki að gera neitt. Jú, helliði. Þú þarft að vera grillaðu. Já, þú mátt helliði og grilla og svona. En þú þarft ekki að gera neitt tengt þessum þætti nema það að vera áskrifandi til að segja geta unnið. En höfum þar hreinu, þú ert ekki að hella í þig út að horfa. Það líka bara að horfa og hafa það næs. Þetta 4. besti dagurinn í sumar. Er það? Já. Ég er að dokumenta þessa dag. Þetta skali hjá mér. Þetta 4. besti. En það basically bara rók. Og fólk satt að fara á grillið, þú ert að fara að enda steik, þú ert að fara okkur vini yfir, hefur okkur á í TV, reynir að vinna free shit. Ég myndi ekki að hætta mér í að grilla núna, sko. Þú er líka slakasti grillaði sem ég sé. Það er rosalega kvast. Þú myndir ekki hætta því að grilla, hvað ekki skjól þarna í húsinu? Svo tönglast hann alltaf á þessu barnamæli því að hann hoppaði á grillið og því að grillaði eitthvað pulsur þarna. Það er svo ég er að ídólum af grillinu. Þú ert rosalega og það er einhver svona nett einhver við þér því að þú býtur eitthvað í þig og þú segir það sama í svona góð 7-8 ár þar til þú breytir og byrjar að trúa þig sjálfur. Já, og ert fann að halda þetta bara sem alveg gal. Steinþór er viðurkennulega. Nei, ég viðurkennulega hann hendi mér að grillinu og grilla þessar pulsur en það er bara því að ég var bara að sinna gestum. Ok, en hversu slappur ertu? Þú getur ekki grilla pulsur. Já, ég get alveg sagt að ég er besti. Ég var að grilla nautalundu dag. Það var einbyttingu hjá. Þú sagði þetta eins og væri bara hetja. Ég var að grilla nautalundu dag. Nautalund, það geta allir grilla nautalund. Herru, ég sett hann í opnin á 50 í klukkutíma og fór svo með hann að grilla þetta og þannig metnar. Þú getur ekki grilla pulsur. Og það talaði við eitthvað chef og þekki tips. Viðurkenna, ég heiti Hinrik. Já, strákar, ég tala ekki við neitt, ég grilla bara og ég grilla vel. Nú, okkur neldaði þá á grillinu? Að því að ég var að taka móti gestum og það voru 50 pulsur á grillinu og ég var að taka móti gestum og hann bara grillaði þér. Þetta var ekki dýpra en það, sko. Þú veist hvernig Steindi er. Þú veist, það held ekki að fólki að koma, allir að tala. Hann var að reyna að grilla, svo var hann að tala við 20 á sama tíma, alltaf lappandi frá grill. Það hefði ekki ein puls að koma fram, ef ekki ítt honum í burtu það. Hvað heitir þetta? OCDC? ACDC? Ég get sagt okkur eitthvað ekki að ég grilla rosalega pulsus. Af því að trikkið við að grilla pulsu það er svo létt. Nei, trikkið við að snýrðinni? Já, ég veit og snýrðinni og svo, en trikkið við að grilla góða pulsu er að sprengja hann ekki.
Nei, hefðu, þú vilt hann að sprengja. Nei, það er nefnilega málið, þú vilt hann ekki sprengja. Þú vilt hún sprengi í fyrsta bita. Ég er nokkuð þess að margir reyðir að hlusta núna. Já, ég meina ekki vilja hann að sprengja. Ef þú ert reyður að hlusta af því að pulsurna springa eða ekki, þá er eitthvað. Það er helviti gott að hafa einn að sprengja. Já, mér finnst alveg gaman að hafa einn að sprengja. En ég er að segja, bestu pulsuna sem gerir er að ná að grilla hana alveg to the limit áður en hún springur. Ég er með skellringir fyrir ykkur sem hlustu á blöðkastið. Ég sendi til að koma fólki inn í hvað ég er að tala að þá hittu við Gerard Butler daginn við steindi á Englisbar. Þú varst að helli í því með Gerard Butler. Ég hitt hann svo sem ekkert sko, ég sá hann bara, ég let hann vera. Já, ég kemur hann líka þar til að þú fórst, svo settist hann hjá okkur, bað mig númeri. Steinda, við verðum búin að útskýra söguna, hætt að gera lítið úr blöðum. Þú veist að ég var on my best behavior. Hann in the right. Ég basically grát baðan að láta vera. Og ég let hann í friði. Þar til að hann var lendi í einhverju múæsingu, ég bauð hann sæti þitt. Hann settist hjá okkur og horfði á leikinn, grenjaði á hlátri, við erum besti vinir og hann baði mig númerið mitt. Ég svissaði númerið við hann. Hvað varstu búin að beða hann að setjast ofta á borðið? Bara einu sinni. Nei. Jú, sverða, hvað ég var með þér þegar þú baðst hann fyrst Já, ég var búin að spyrja hann einu sinni áður. Já, einu sinni áður, ég ætti að vera að minna það. Baðst hann tvisvar. Við fórum vel þessi sögu í blöggar. Það er svo sett eitthvað öðmyndsjúkur þú fórst og fengur bara dýrari mann inn. Hvað var alltaf að segja? Hvað alltaf að tala? Mér er á $90 million sko. Ég elskar stenda út af lífinu, þannig er ekki með 90. En af hverju er að tala Butler? Ef að Gerard Butler myndi segja mér núna, ég er til að vera vinnu þinn, þá máttu ekki tala um Steinda aftur. Ég myndi segja, where the fuck do I shine? Nanosekundu. Það grínast. Ég og Butler. Ég er gaman af þessi gæja. Síðan er það mjög horny sem ég er gaman af sko. Það er svona þannig Hollywood-leikari. Það er hvergi staðfest að segja eitthvað mjög horny. Ég hef samt ógeðslega gaman að því blöð hvað það hlakka mikið í þér í kringu frækt fólk. Mér finnst það alveg svona, af því að það er alveg smá hægt að stríða blöður. Ég hef aldrei skammast mér fyrir það. Ég er ekki að stríða honum. Ég er bara að segja, hann hefur talað Þetta er svo passive-aggressive Viss og blöðuna. Hann hefur talað um þetta. Nei, Steindur svo töff til að tala við fræga fólki. Nei, ég bara að segja, mér finnst það bara, sko, bara... Já, ég bara opnaði með það hér, ef ég sé eitthvað tekta, hversu, ég meina Sveppi skammast sín ennþá fyrir að við vorum á flugvöllum í Köpen, ég spurði á You the Singer in Blue, sem var hljómsveitin Blue hérna, muni eftir henni. Já. Þannig að, ok. Ég meina, mér finnst þú verið að gera þetta rétt, sko, því að maður er hérna þegar ég gleym aldrei þegar ég stóð á flugvelli ég held ég að vera með fullu með ykkur leðin Lazy Já, þegar Philip Seymour Hoffman var Þeir stendur liðan á Philip Seymour Hoffman Ég var að pissa sem er hérna Svo hræðilegt Ég stendur liðan á hann og ég sá bara nice hann myndi segja já leiður myndi byggja mynd ég tók Steinda á þetta og saði ekki neitt og bara blessaður og hann fór Talaðu við hann? Nei, ég bara saði ekki neitt og horfði, kinkaði kolla kinkaði svona a nod einhvern veginn, ok, ég sagði fuck it, Philip Seymour Hoffman Ég átti að taka blöð á þetta Mér finnst samt allt í lagi Ég ætla samt að segja þetta Mér finnst allt í lagi að spyrja frækt fólk bara er lagi tekin að mynd Já, það er bara að gera það kurteislega og ef þau segja nei þá bara ok, ekkert mál Auðvitað, og mér finnst allt í lagi Ég er alveg með lesi mér myndi byggja mynd sko Já En mér varst þetta bara svona að því að þessi punktur minn er að því að þú nötraðir alltaf Ég nötraði Þú bara skalf Þetta var Gerard Butler Ég ætti myndum ekki ljúa hlustundum Við vorum bara að horfa á leikinn feskir Já, þú varst samt Þú læti bara að vera að fá það í sætinu Nei, þú varst ekki að fá það í sætinu Sko, ekki nóg með þetta sé Eitt svona top 5 aksjóleikari Hollywood í dag 300 er rosaleg mynd Já, það er hann sko vel above average huggulegur rosalega huggulegur hann er mjög myndalegur hvernig tengist það samt? Og síðan að þú skoða bara hvaða aksjóleikara í dag hvaða aksjóleikara í dag er ennþá the shit í Hollywood Jason Statham The Rock Tom Cruise ennþá ekki Will Smith og þeir að gera Svo þetta bara lettir allt böllunum og hugur Herru, af því að þú varst að tala þú varst á flugvelli og sást Philip Seymour Hoffman Við vorum í þeirri Ég skeit það Já, og ég bara skeist Ég var actually inn á klósetti, það er mesta skittan Ég hefði beðið hann mynd Ég líka Í dag veit ég hvað ég að segja Huge fan can have a photo Ég veit það er búið skóla með til kenna liði hvað gerir þetta En það er samt sko, þegar ég lendi þegar við vorum að taka þáttin hérna ég og 70 mínútur, við vorum að rifja upp sögu 70 mínútna, þá bjó Svepp í LA þannig ég fekk að fljúa til hans að hitta hann og spjalla við hann þegar ég lendi þar sest inn í bílinn, þá var Íris hans Sveppa að keyra bílinn og segi bara svona bendir á gaurana byrja á ég ekki eitthvað kannastu þennan ég er komin inn í bíl með töskuna fyrir utan LAX og ég lít til hægri herru, Keanu fucking Reeves ég bara átt að kannastu það og ég segi ekki neitt, ég bara opna og rík út fyrir til hans segi Keanu, I'm such a huge fan, he said okay if I have a photo
þá átti hann geggjuð orð. It would be strange if you couldn't. Það bara verið skrítið og mætir það ekki. Mynd, aftur inn í bíl, farinn. Hann náttúrulega talið mér að einn nettasti gæinn í Hollywood sko. Eitraðu töffari sko. Ættur að þekkja hann, rjúkandi út, rosaleg lína. Og komin út. Keanu! Ég var vissum ég að ég loka hurðin á bílun. Ég var það peppar að sjá Neo í Matrix. Það sko, þessi lína, I'm a huge fan. Ég málega, svo blöðum við búin að útskýra. Það getur enginn sagt við þess fan sem segist vera huge fan nei, hann byrður mynd. Nú voru að vera góð við því fans. Það er að segja nei við því fan. Já sko, nei, það er náttúrulega erfitt. Þú veist málega þú segist huge fan. Nei, það er nei. Egil, þú mátt ekki heldur segja þetta svona. Ég er búinn að kenna þetta og ef þú varst búinn að gleyma þessu, það er ekki nóg að segja bara hey, huge fan, can I have a photo? Þú ert að labba, þú ert að selja þetta er sölublöð. Þú ert að labba manneskjunni. Natural sölumaður. Já, þú ert að labba manneskjunni og segja I'm so sorry, but I'm a huge fan. Is it okay if I gera fólk? Eins og þú skammist þig fyrir það. Veist hvað ég meina? Ekki labba. Sem þú gerir samt ekki í alvörinni. Nei, ég leik það. Ég myndi segja huge fan. Nei, það má ekki. Ég er að kenna það núna. Okay. Já, þannig að þú labbar upp og segir bara segjum að ef ég var að koma til þín bara vörtblöð, var að hitta Gilsaran og var í huge fan, þá myndi ég labba að þér og segja bara herru, sorry, þetta er kannski steikt en bara ég er huge fan, má ég fá mynd? Þá ertu bara auðvitað, en ef ég kem bara til þín og segi hey, huge fan, það er mynd ekki vera aggressífur. Ég myndi reynda líklega að segja affirmative því setna líka ég létti þið með það. En í dag er þetta, þú veist, að myndir í dag eru náttúrulega svolítið annað en að var. Ég meina, þú hefur væntanlega ekki skoðað þessa mynd. Skoða hvað mynd? Keanu mynd. Ég sé mynd hún er á Instagram. Hún er á Grammy. Já, hún er á Grammy. Já, það er svona eins og, ok, Grammy er enda góð afsökun fyrir þetta, því það er svona eins og myndaalbum. Þú setur myndir þar eins og þú vilt bara svona, ég var gaman að geta flett þessu upp setna, þetta er góð minning. Eða eitthvað, flott mynd, eða whatever, skilur. En ég menna annars en Butlerinn, hann bara við fórum í sko, hann tók upp story með mér, hann var rándið. Já, bara valgi meistari. Talandi Butlerinn og þá rættu við það í blökastunum á mánudaginn. Við ætlum að fá hann að ég væri komið númerið hans og það var hann sem spurði mig númerið. Við erum að fara í lunch með honum eða dinner. Nei, nú er ég Linner helst. Já, en nú er ég fann að halda hann að kannski aðeins verið komin í það kallinn þegar hann baði að skipta númerum en hann sendi mér hérna, fyrsta SMS okkar er Jerry B. Það er rosalegt. Herðu, ég sendi hann how is á mánudaginn eftir þátt. Það er rosalega SMS að segja Jerry B. Er hann kallað Jerry? Já, hann sendi allavega Jerry B á mig til að staðfesta að þetta væri númerið hans. Já, það er samt gott að hann kallaði Jerry. Já, ég sendi á hann eftir þáttinn á nei, ég sendi á hann á miðvikudaginn. Hey daginn Jerry. eftir þáttinn. Við tókum upp á þriðjudaginn eftir blökasti. Ég sendi á hann á miðvikudaginn. It's all in. Hey, how's Iceland treating you? You maybe wanna grab a drink on Friday af því ég ætla að reyna að gabba hann inn í þáttinn. Já. Ekkert svar. Já, þetta er skellur. Þú er bara bróðsætt. Sendur þetta svona? Þú voru að vera þólumöður. Ég veit þetta skrítið skilabóð. Þetta var á miðvikudaginn. Máli, hann er fyllibitta. Já, ég segi það jákvætt. Hann elskar að fá sér skoti. Bara stemningsmaður. Nefndi eitt skota sem er ekki raging alcoholic. Hann er bara stemningsmaður. Og ég prófa að ringi hann núna bara hérna live. Já. Nei, þá er enginn að fara í linn eftir það. Þú ert aldrei að fara inn að linna. Svarar ekki SMS-um. Ég er ekki að fokka þessu. Ef þú ringir núna í hann í beitlu útsendingu, þá er það bara að brenna alla brýr. Ég segi náttúrulega ekki þessi Blessaðu Jerry. Já, hann frétti það. Já, þú ert bara að klúðra þessu. Það þessu. fara bak hjá hálfu Íslandi. Þetta er fréttir það. Þetta er fréttir það. Akkur heldur hann sé búin að því? Bak hjá hálfu. Hvað er það enginn að fara að segja hann frá því? En ok, blöð, það er eitt í þessu samt. Ég ætla aðeins að fá að krefja þessi skilabóð. Hefurðu sendt á hann, ég ætla bara að tala íslensku hérna. Hefurðu sendt á hann bara hæ, hérna, við erum með útast þakk fyrir síðast, gaman að hitta þig og hann veit við erum útast stemningsmaður, já, hann veit það. Herru, við erum með þátt á föstudaginn. Þetta væri gaman að fá þig og bara þú getur talað nýja verkefni svo að vinna hérna og svara tveimur þeirra með spurningum og fengið bjór. Þú lest þetta að tala með svo bara, herru, vilt þú, bara þú og ég fara út í bjór og það er enginn til í það, sko. Nei, ok. Því hann þekkir þig ekki. Nei, ok. Þá ertu svolítið creepy, sko. Nei, þetta er ekki creepy af því að ég var búinn að senda honum að Frank Roberts is flying in from New York áður. Já, þú sagði mig ekki frá því. Nei. Þannig að hann vissi, þú veist, og hann og Frank þekkjast. Já, hitt var í kvast. Já, þess vegna var þetta ekki það kvast. Bara svo veitir það. Akkur sendir ekki núna? En hann svaraði mér ekki. Akkur sendir ekki á núna, bara blessaður, hérna. Akkur hringið ekki bara í hann? Já, hringdu bara í hann. Nei, alls ekki núna. Ok. Egil heldur enda þessum að fyrir linnur með honum. Er það ekki? Lunch sem verður dinner. Það er ekki rétt, lesið það? Já, ég spari þetta. Já, þetta er Frank. Ég finna strafgar. Ég er ekki sem bjóðstenda með, ég elska þig, ég er ekki sem að þau sem búið með, sko. En er þetta ekki bara geggjaður náungi? Hringdu bara í hann. Nei. Nei. Já, hringi bara í hann. Eina sem ég fór undir núna
Ég aldrei að láta það númer Nei, I'll take that shit to the grave Jerry B sko Nei, þú og Jerry B þekkist ekki Steindi Við getum bara, ég get sagt segðu þú númerið hans Nei, ég get hringt í hann fyrir þig Nei Nei, ég bara samanlaglega, ég ætlum ekki bara að rústa þessu En ekki bara tilvalið að láta hann vera eins og ég stakk upp alltaf að byrja með Leður hann bara verið í friði Það væri líka fínt sko Manstu það fjölskyldur hans á dreping Lofabæring Siri sem hann pyntaði gæðin í svona 3 daga og draf hann svo En ég mann þegar hann sagði This is Spartan og sparkaði honum hann í einhverju endalösa gjótu Ég er samanlaglega þarna, við ætlum ekki bara að klúðra böllir Hann er vinnur okkar en við tölum það í blökastunum Hann myndi kannski opna síðasta pakkan í kvöldi Það er ekki fara að gerast Já, samt ef hann svarar hann rent við og opnaði pakkan sko það það var gestur Spáði sent gæðinu rugglegar Við vorum actually farin að halda Hann væri bara í þannig gýr Hann myndi nú koma að hitta á okkur og opna eitt pakka með Steinn, það varst þú Erstu orðin eitthvað veikur? Ég meina, mér Þú finnst helst það bara, þú sagðir ef ég var í staddur einhvers staðar erlendis Akkur ekki, hann kom og opnaði eitt pakka Ég hef byrjað að trúa þér Svo núna fattaði bara, hvað erum við eitthvað rugglegar? Já, við náttúrulega vorum ekki að spegla okkur við Hann er Hollywoodstjarna Ég meira bara að segja að þú ert einhvers staðar og ert laus og einhver hringir í Herru, væru til að koma og opna eitt pakka og taka 2 bjór Ég myndi alltaf segja bara já kannski sko. En ég meina, já, þetta er bara gaur, bara leikari Ég er, ok, kannski Eftir 2 kalda hérna í stúdíónu hringi í Butler seinna í þættinum Það er bara, ég ætla að hafa það þannig Þá er þetta eiginlega linnurinn minn sko Já, mér sýnir, ef hann ekki búin að svara SMS-inu mínu frá á miðvikudaginn, þá eru hvort þið búin að eiginlega Já, ég held bara að segja, þú veist Það er gæði svo Butlerinn, hann tekur sig svona 3-9 daga að svara SMS Hann er búin að blokka þið blöð 100% Það verður rosalega því að hringi og það kemur bara engin sóp þá er hann búin að blokka Ég þori því ekki beinni útsetting Við erum með síðasta þáttur í sumarfrí Það er alveg þáttur sem við bjóðum upp á Við erum með klefa, við fórum í skellt á mig Og ég get lofa ykkur því að það er veistla Því að Steindi átti versta símtal allra tíma Og ég get eða ekki útskýrt það er bara kona sem að skellt ekkert á hann, hún var hress Það er ótrúlega hvað mig gengur í þessu leik Það er ótrúlegt Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu Hún bara skellt ekki á Það er alltaf í ringi, það bara er ekki skellt á Þú þarft eiginlega að heyra röddina hennar Hún var svona, þetta var eldri koni í gýr Og Steindi var svo mikið að reyna að losna við hana Það er líka sönnsjá, liðir í gýr sko Auðvitað, við erum með kortmyndur frekar Við erum með þekki eða ekki Síðasta þættinni fyrir sumarfrí Við erum með fell og opos, Steindi Já, þetta eru miðaldra frasar sem ég ætla að tjekka okkur Sem er alltaf stemming Við erum með spurningkeppni Gilsars Hvað er í King of being a birthday boy Eða king of birthday Það er 10 dagar að þú er afmælisblöð Þú ert ammælis gómurinn okkar Ekki láta eins og þú sett að mun eftir í núna Það veit alveg 10 dagar í það sko Ég trú að ég vissi upp á hafar Það var nákvæmlega Gæði þetta að reyna Það var ég bara ammæli eftir 10 dagar Hvað ertu ekki að ruggla að reyna að ljúa því? Það er niðurtalinga app í símanum Það er lofaður sko Gæti að banda með mið á Pearl Jam í Barcelona blindfullur á ammælinu mínu Það verður einhver veislan Svo erum við með risa tilkynningu, drengir, hefur við ekki bara klára hana núna? Jó Það Er það ekki? Jú, það voru svona flestir á Instagraminu hjá mér sem að giskuði rétt á þetta Þetta er samt risa tilkynning Risa tilkynning Stærsta tilkynning ársins Allavega dagsins En síðasti þáttur fyrir sumarfrí Hvar hefur fyrsti þáttur eftir sumarfrí oftast verið? Jú, hann hefur verið á þjóðatíð Og FN95 blöð verður á þjóðatíð 2024 Þetta er 150 ára afmæli Og við ætlum að bara gera allt vitlaust Þetta er stærsta þjóðatíð til þessa Og ég veit 3 atriði sem er ekki búið tilkynna fyrir utan okkur og orður að þannig það eru helvíti stór atriði sem hafa ekki verið á þjóðatíð Þeir eru greinilega alltaf að gera þetta álur partí 150 ára Þetta verður bilu þjóðatíð Og við vorum eitthvað búin að ræða svona ættu kannski bara Við ætlum að taka frí Við ljúum ekki að hlustendum Taka frí og ég var að ræða þarna við mestarinn nefndin og hann sagði takkið þetta frí ykkar og skóplið í það er 150 ára ammali Þannig að við sínum litfélagarnir og ykkur að gefa að sjó Já, en drengir, það sem við ætlum að gera núna þetta er 150 ára ammali eins og við vorum að ræða við ætlum að gefa við erum að fara að gefa fólki alvöru sjó það hefur ekki séð blöðmenn í þessum gýr og það er náttúrulega önnur tilkynning sem er jafnstór ég er ekki búin að ná þessi gegn það má ég segja ég var að spyrja ykkur á hann þegar svona er þið ekki þú er búin að ná þessi gegn sko við ætlum að hendi þjóðatíðalag og ég er búin að vera að berjast fyrir því núna í nokkra vikur kæru hlustendur að fá króksaralag sem þjóðatíðalag alvöru króksaralag þá erum við að tala svona lag í anda Creed, Bush, Staind hljómsveitin og fleiri
Bálurlög. En ég fór í stúdíó með Svessa, tók upp viðlag og náði að selja drengjuna á þannig. Já, sko ég er bara, eins og ég sagði við þig, þið voru ekki hrifnir að þessu. Þetta your finest fucking work. Já, þú veist, hrifnir að þessu, þetta er náttúrulega ekki minn tóna. Ég elska það, á fyrstu sekund og elska þér, þú er lífin. Þú veist, ég er ekki vanur að setja á krít heima hjá mér, skilur við. Þú líka aldrei, þú hlustar ekki, veist ekki svona krít eða steind eða neitt. Ég held að væri bara drast sem hún nota til að króta á malbygg, sko. En það sem er samt, það sem ég langar samt að gera blöð og við erum svo til í þetta með þér að gera króksarala. Og þetta er bara lag þjóðhátíðarlag sem eru króksarala. Þannig að þetta verður svona eiginlega fyrsta lagið okkur sem er svona singalong. Þetta er ekki dropp eða Ég held að það sé líka bara smá krefjandi að búa til svona lag. Svo líka, ég má eiga næsta. Þetta er svo við erum að kasta boltan á milli. Betur ég, hvernig átti ég Þú tók svolítið boltan með í dalinn. Beastie Boys. Svolítið, þú veist. Ég man ekki eftir þessu. Skilurðu? Þannig að 8 Gilsi er up næst. Ég var að velja næst. Það er króksarala núna. Grunnar hann geta orðið smá teknólag. Mitt faglega mat er að þetta er eiginlega skemmtilegt shit ég hef heyrt. Já, þú sagði að þetta var besti texti síðan án þín. Það var þetta bara komið viðlagan. Sko, það var alveg heimta í dropp. Er aðstæðlegt ef við spila núna eitthvað smá? Já, við leiða fólki að heyra þetta að þetta komið. Við hefum eftir að vinna í þessu mikið. Ég er í ómiklum gýr. Ég er bara að hringi í Butler og spila smá. Já, við getum ekki spila eitthvað símaklippu. Fyrsti þáttur núna, þetta er frí. Það er einmitt, það voru mættir á eiguna. Allir hérna í Blackouti. En við getum allavega sagt fólki það. Við erum að fara í stúdíó núna sunnudaginn og ætlum að taka allan daginn og vinna í laginu og vinna í textum og upptökum og öllu og bara... Það verður komið út fyrir kótilettu. Það er allavega planið hjá okkur. Það er líklega bara þá helgi. Já. Það verður komið út af það, hvað, í kringu 12. júli. Fyrir the cuddlet. En, já, bara svo er, já, eins og við sögum án, það er unboxing og það er kvöld. Ég var að hugsa svona fyrst að við vorum að tilkynna þetta, ég þú ekki að henda í, já, eitt gott þjóðhátíðarlag hérna með FN95 blöð. Byrja þáttinn á því. Það held ég, tökum á þessum. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það er hárið eftir fyrir á þjóðhátíð 2024 FN95 blöð laugardagskvöldin, hvað, kortir yfir 11 á stóra sviðinu, drengir? Er það ekki slótið okkar? Einhvers staðar þar, já, þetta er til svona rétt fyrir flugöldana. Já, og svona kortir í 1-1 svona ish. Já, það er með allt sjóið. Nú rándýr staðri sem tekur við svo, en við megum ekki ræða það hér því að það á eftir að tilkynna nokkur atriði, en við ætlum að fara í slúður pakka hér, drengir. Og slúðurinn mitt, ég reyndar fíla þetta því við höfum ekki rætt þetta og Steindi meiris að vissi ekkert hvað við eigin vorum að tala um daginn, hann veit það núna, en það er hérna Hawk Tuah Girl sem að ég hef bara aldrei séð neitt fara ég mikið væral og viðtalið við þessa stelpu. Eftir að þið náttúrulega sögðu mig frá þessu bara þetta var alveg glænýtt. Eftir að þið sögðu mig frá þessu þá er ég búin að sjá þetta er allstar. Þetta er bara út um allt. Hún er hann að græða á þessu. Fyrir það örfá sem tengi ekki þá var einhver stúlka í viðtali í Bandaríkjunum og var að tala um hvernig þú ættir að halda manninni um mánuðum. Hún sagði bara you have to give it a good Hawk Tuah og hrækja. En ég hef aldrei séð neitt fara ég að væral og þetta dæmi. Hún var líka fyndin. Ég man ekki eftir neinu sem er farið jafn mikið út um allt. Nei, en sko það eru nokkrar fréttir í gangi með þetta. Í fyrsta lagi þá var hún rekin, hún að vinna sem kennari. Nei, það var búið að taka það tilbaka. Eða það? Var það lígi? Já. Ég sá hún rekin, ég sá ekki að tekið tilbaka. Jú, það er ekki hostile crowd eða það bara neðst í sömu grein. En það er allavega ekki líga. Hún fór út á öllum samfélagsmiðlum til að byrja með því hún vissi ekki bara hvernig hún ætti að höndla þessa fræð. Og bara eitti Instagraminu sínu og Twitter og öllu. En núna er hún svona, hún er farin að græða þess á þessu. Hún er búin að árita merch með þessu og hún er strax komin í $100,000 sem eru, 13 milljónir. Hún fór í framleiðslu bara með fyrirtæki. Ég meina það var svo margir, fólk er svo á tánum, það voru ykkur gæjar eða eitthvað lið búið að búa til merch á svona nanosekund og byrja að selja það. Þannig ég ánægður að hún allavega hafi líka náða $1 ég veit það, en það sem er skellurinn er að hún náði ekki að trademarka þetta sjálf. Hawk Tuah með. Þannig hún áið ekki og núna er komið eins og stendur hérna á ensku bara for lubricant, sauces, drinks og það er svo margir að nýta sér af því að hún náði ekki trademarkið. Hún er náð vörumerkinu hana Hawk Tuah, þá væri hún grenjandi og hlátt.
En það sem gerist í svona dóti að þetta svo getur þetta orðið hratt Já, þú veist, þetta fer svo hratt upp að þetta er náttúrulega orðið þreytt sko. Mér finnst það ekki þreytt ef ég sé þetta ennþá, ég læga þessu Já, myndur þú bara kaupa þér Hawk 2 derhúfu bara í dag Auðvitað myndi ég ekki gera það Þú veist hvað Ég hefði ekki heldur gert það þegar ég sá þetta fyrst Þá myndi ég tala við þið sko Að reynda að væri fyndið að þú voru í Íslandi eða einu Hawk 2 Einu, hver sem er á Íslandi panta svona húfu Já, hún er út um allt Ég hef ekki séð hana Nei, hún er að gefa hann út Það var gaman að sjá eitthvað Íslandík með hana Það er þetta verið gott að vera með hana í unboxing Hún fór í samstarf með stóru fyrirtæki sko En að gera þetta En svo er hún sko, það eru umbóðskrifstofur á eftir henni líka og vilja sæna hana og ég fór að hugsa, það er ekki eins og mikið en svo fór ég líka að hugsa, herru, það er kannski ekkert svo vitlust því að við erum ekkert endilega að tala hún sé að vera með einhverja Hollywoodmynd að gefa út plötu en það er mjög stórt í dag eins og að fyrir raunveruleikar þætti og hóstu, hún er allavega í þessu viðtali var hún mjög fyndin Hún mun potið taka alla spjallþætti bara í Bandaríkjunum næstum 3-4 mánuðina og það er borgað, þetta er ekki svo Íslandi það sem að fara Prins Pólo sko það var alveg kæs við að mæta í spjall en minna þú veist, hún getur gert helling með þetta en svo er náttúrulega bara algjör spurning Nei, svo er líka bara algjör spurning hvort hún hafi einhvern áhuga á því yfir höfuð því að það er fullt af fólki sem hefur engan áhuga á því að vera út um allt Svo er hún að fá heit líka á netun ég var að lesa það hérna sem ég minnst alveg stórfurðulegt bara eitthvað pía viðtali sem er ógeðslega fyndin og svo fær hún heita því þetta verður svo vinsælt Já, ég meina, segjum bara Siggi Rafvirki hérna út í bæ hann myndi allt í hennu verða væral en kannski ekki alveg pælingin hans að fara svo bara og verða leikari út af því sko það var ekki verið að tala um að vera leikari þetta er eins og raunveruleika þættir eða færi það veist, en kannski er hún típan sem hefði mitt verið til í þannig sko. Ég einhvern veginn bara vona hún fari í eitthvað resandi því að þetta var alltaf skemmtilegt viðtal svo er það næsta slúðudrengir og þetta er svo grilla En fólk er að tala núna eftir að náðist mynd af J-Lo að fljúa commercial og þá erum við ekki eins og að tala hún var ekki á monkey class hún var hérna í venjulegri flugvél í first class Það er ekki séðans að J-Lo sé monkey sko Nei, hún var á first class en hún var að fljúa hérna með Air France frá Ítalíu til Frakklands Ekki private Nei, ekki private Það er sem allir að grenja úr hlátri yfir hvort að túrin sé að ganga það ítla þetta er svo steikt Hún er að fljúa first class frá Ítalíu Síðan eru alltaf sömu milljónamæringar sem eru bara smá nískir sko sem ekki til að fljúa alltaf private Ég myndi nú segja að væri ekki níska að vilja ekki fljúa private sko Já, margir milljónamæringar þú veist, eru bara þú er eigi efna á því það frekar fljúa er bara Já, en mér finnst þetta svo grillu frétta því þetta er hérna TMC og þetta er út um allt sko að hún er að fá mikinn hita í dag J-Lo, því að núna eru líka að koma fram söngkonur sem er að segja að þær hafi, hún söng eiginlega ekkert á fyrstu plötunni sinni og þetta er skellur sko hún, lögin, hún var sem sagt með svona shadow singers og hún söng með þeim, veistu hvað ég meina? Þannig að til dæmis Jennifer on the Block hún syngur það ekki, hún syngur ekki viðlag og hvernig fólk að nenna að pæli þessu Nei, þetta eru söngkonundar sem eru að syngja á plötunni sem eru að koma fram núna að segja þetta en hún er samt svo miklu meira, hún alltaf er líka leikari Já, bara leikari sko Syngur hún on the floor Ekki hérna, jú, hún syngur on the floor en ekki, hvað er lag aftur Nei, það er eitthvað sem að fer eitthvað upp sem hún syngur ekki sem einhver önnur syngur fyrir Veist, er ekki allir með svona backup Jó, en backup singers ef að backup singurinn syngur herra en þú inn á plötunni þá er þetta orðið pínu vesen sko. Mér finnst líka bara þetta þá er hún bara að syngja þetta er basically á fyrstu plötu J-Lo er J-Lo backup singurinn Mér finnst líka bara ekkert að því að það er einhver söngvar á Íslandi sem langar að gera eitthvað lag og það er einhverja nótur sem hann næri ekki í og hann fær bara einhvern söngvar sem nær þangað Já, menn við gerum það bara hérna reglulega Já, þú veist, við náttúrulega erum ekki söngvarar en ég er að segja bara, þú veist, að söngvari heyri þú veist, söngur Nei, þetta er samt ekki það sama því að hún er bara sett sem söngunuleg ekki það, svo getur velur þetta sé allt bara eitthvað kjaftaði og rugl, en það sem að vesin er að hún er skráð sem aðal söngunan en er ekki þetta er svona korter í milli vanilli Mér finnst bara þegar það kemur að söng þetta er hot take sko mér finnst ekki skipta neinu máli hvort þú kunnar að syngja ekki ég vil bara geta þetta kemur líka frá manni sem kann ekki að syngja Já, ég veit það, það er létt en nú er fullt af fólki sem er að hlusta sem kann að syngja og spyr bara hvað eftir hvað að ruggla þetta verður að kunna syngja, ég tekið tilbaka til að gera einhver flott sönglug en ég er að segja að það er miklu mikilvægt að sé karakter og þú trúir bara laginu
heldur en að geta eitthvað öskra og góla. Já, en þú trúir lögin eða þú Jenny from the Block en það erst ekki að syngja það. Nei, ég trúi samt Jenny og ég veit hún from the Blocks. Ég stiði þetta. Já, ég er sammála því, við erum Team J-Lo í þessu, það er komið að auglýsingum. Ekki næsta lag sé hann inn On the Floor? Já, kannski þú væri með 13 ára tökkunum þá hefur þú hendi þarna. Ég gæti það ekki núna því að við stundum auglýsingar fyrir korteri síðan. Við ætlum að fara í þær. FM 957. Þetta var sérstaklega að spila fyrir Egil Einarsson. Hann vil meina að þetta sé eitt af topp 3 bestu lögum allra tíma. Ég meina, er ég að ljúga það? Já. Nei, þú ert ekki að ljúga ef þetta er þín skoðun. En þetta er náttúrulega rosalegt lag, sko. 2,3 views á YouTube. Þetta er svakalegt lag. Hvað sagður þau? 2,3 Ok, það er enda rosalega. Hversu mörg lög eru með fleiri views á YouTube en þetta? Kannski Gangnam Style og that's it. 2,3 hvað okkur hérna? Þetta eru samt færri. Fekkur ekkert fólk á tónleikana? Þetta eru samt færri views en Krónundar að spjögga. Hún er alltaf með Pitbullana og hann er views söga. Já, þú verður að fá Pitbull með þér. Já, til að fá views. Já, sko, ég ætla ekki að vera leiðilegur en það er ekkert verra. Ok, herðu, ég dreikir, ætla að henda ykkur í hvort myndur frekar. Hvernig líst ykkur á það? Mér finnst mjög vel á það. Já. Bjóðst þú á til eða Crazy Fans? Herðu, ég bjóða til sjálfur og þær eru bara nokkuð fína. Svo fyrir við í klefan hér eftir smástund sem er, skellt á mig. Og svo erum við líka með þekkið ekki sem er oftast á þessum tíman. Ég ætlaði svona aðeins að hristu upp í þessu drengir. Okay. Og eru þið tilbúnir? Já. Fyrsta spurning. Kortmundið, og hún er bara mjög eðlileg. Kortmundið frekar aldrei fara aftur í sjónvarp eða aldrei aftur í útvarp. Þetta er ekkert eitthvað svona myndur við að setja putta fyrir tætnar eða eitthvað svona kjaftaði. En máttu vera bara svona alvöru spurning. Máttu vera í movie eða? Já, máttu vera í bíómyndum. Eins og Cop Secret 2 var í lagið þarna. Já, en nú máttu ekki vera í TV. Það er bara svo skemmtilegt að vera í radio. Það er ekkert skemmtilegt að tilla sig, fá sér nokkar lagið, tuða. En ég er forvitin hvað þið segir sko. Ég hugsi myndi velja sko að því að þetta er út ævina sko. Já. Það er hrikalega gaman að geta komið hingað og röfla sko. Því að þetta er eiginlega, fyrir mér er þetta eins og bara sálfræðitími sko. Ég kem bara og get auðsað á ykkur hlutum og sérstaklega í blöggastinu. Þar getur maður bara setið alveg í marga klukkutíma. Þannig að þú myndir taka útvarp fram með sjónvarp, það sem eftir er? Já, myndi gera það. Það er eitt sama hjá þér. Svo myndir maður kannski að leggja í bíó. Þú er podcast inn í útvarpið. Já, það er sama. Þetta er bara... Mér finnst það eiginlega skemmtilegast í miðlinn. Já, ég man bara þegar við byrjuðum F95 blöð fyrst. Þá var maður bara búin að vera í sjónvarpi. Hvað útvarp er skemmtilegu miðl. Ég held ég myndi segja það sama. Það er svo frjálsmiðl. Það er svolítið erfitt eins og þú ert að skrifa ykkur þátt. Það er alltaf það er ekkert að hafa til flugvél, það þarf að færa þetta í strætó. Það er ekkert að vera hann inni, það þarf að gera þetta bara hérna úti. Bara svona vilt. Já, þú veist, hérna getur við bara, þú getur setið í stúdíu og spurt í 15 ári röð hvort sett hvað er að frétta hreindirinninu sem var aldrei heima höfð. Já, það er ekki aldrei budgetvesen, skilur, það þarf aldrei einhverja tæknibrellur og það þarf ekki að hugsa þetta allt þannig, maður getur bara sagt það sem maður vill. Herru, næsta spurning, hún er ekki alveg svona eðlileg, hvort myndið frekar borða skeið af þurrkum húðflögum eða láta rópa upp í ykkur 5 sinnum? Var þetta frá Rakelega? Nei, þetta er ekki frá Rakelega. Þetta er frá rugglu hlustanda. Sko, húðflögurna koma frá Telmu, sýstir Rakelega. Já, hlaut að vera, þetta var eitthvað í genunum, sko. Já. Þegar rópa upp í þig 5 sinnum. Má ég velja hver rópar upp í mig? Það er the key. Skiptir það máli, við rætum það. Er það? Yes. Ok, hver má alls ekki rópa upp í þig? Ekki. Já, þú meina það er bara alltaf. Já, helviti margir. Ég er með 99% í heiminum bara. Já, ok, þannig að ertu að hugsa Maki rópar upp í 5 sinnum. Það lítur að vera skást. Ég er bara að hugsa Jerry B. Mætti til þeim að rópa upp mig. Jerry B. Jerry B, já, herruðu, á ég að ringja hann mætti rópa Giselle Bündchen mætti það, Matthew McConaughey Rúrik, allt þetta lið mætti rópa upp í mig, geti ekki mér að sá en síðan ef þetta er Stjáni sem er á lagverðum í IKEA þá setja ég fótið niður sko. Skiljið konstantið síðan að vinna með hana. En af öllu sem liðið sem þú varst að telja upp, mætti Steindi rópa upp í? Nei. Hann er satt góður í personal hygiene sko. Þannig að það er svolítið í rauninni, hann er í rauninni frekar ofalega mönnum sem mættu rópa upp. Það er ekki vandralegt alltaf. Nei, hann vantar í sig mikið og hann alltaf ekki að spá í sér og þú veist. En sko strákar, það sem ég finnst bara er að láta rópa upp í sig er eiginlega eitt að óksla sig. Já, viðbjör. En mér finnst að borða einhverja húðflugu
Mér finnst það ekki þá En mætti ég setja þær í jagerskot, hræra í því með tannstöngli og skella því svo niður? Húðflugur? Nei, þetta bara matskeið af húðflugur. Það hrikalegt. Hver á þessar húðflugur? Það líka stórt aðtrykk. Það eiginlega því að maður verður að vita. Hvaðan eru þær af líkamann? Það rammanni sjálfum kannski? Það svo sick? Þú myndir aldrei vita hvaðan að líkamann það Það gott að vita hvað það er. Þannig, ákveður skiptir það máli? Ef við erum bara hreinskilir, ákveður skiptir það máli hvaðan húðflugurnar koma? Menna húðflaga, ef þú ert að nagra á neglunar. Það er ekki húðflaga, það er nögl. En þú veist, þið nagið okkur neglunar eða ekki? Nei, ég ger aldrei. Hvað mennur þú? Er það að safna þeim? Nei, ég klippi þér. Hvað mennur þú? Klippir á þeir neglunar? Já, bara svo venjulegt fólk. Já, ég er ekki að tala um táneglunar, ég er að tala um bara á höndunum. Já, ég klippi þér með naglaklippum. Ferður bara á báð og næri klippur og klippur á neglum. Hvernig styrstu þú að neglum? Hvað er þetta bilaður? Nagar það? Ákveður er ég skrítniðina þeir? Hæ? Ég er ekki að þér. Mér finnst þetta alveg ótrúlega. Að ég klippa með neglunar? Já. Mér finnst það, hefur aldrei nagað neglunar? Þetta skríti, ég sé þú ert ekki svona grínast. Nei, hefur ekki nagað neglunar. Ég er stórfurðulegur að ég klippa með neglunar með neglaklippum. Já. Hæ? Ég er ekki að mæla með því að fólk sé að naga þessu neglunar. Nú, þú varst að því að þið fannst ég bara stórfurðulegur. Nei, þú veist, ég bara... En hvenær nagar það? Bara, þú veist, þú bara horf á TV og eitthvað? Nei, bara ef ég tek eftir einhvern nögl er orðin lengra en önnur. Já, mér finnst það frekar ógeðslegt. Já, ég er bara sjokk hérna. Það er þetta þú sem er in the wrong hérna held ég. En já, ok, hvað segir ég með, er þetta húðflugur eða hitt? En það sem ég ætla að fara að segja tengt því er að þú nagar á nögluna og þú veist eins og núna, nú er ég að naga nögluna eða svona, ég er ekkert með nögl þannig að naga, ég er bara með velja nöglur húðin fyrir neðan, fyrir ofan nögluna fingurgóminn, ef þú býtur hans í hann Já, það er ekkert mála að geta þín eigin húð Það er húðflaga sem þú ert að tala um Já, eða nei, ég sá þetta fyrir mig svona Það er að raspa hæl af líkþótt Þetta er svona, líkþótt þetta eru fliksur Já, þá ert að tala um bara þá ert að tala um gamla kalla fót sem er bara raspaður í skeið Ekkert endilega. Það er ógeðslegt Þetta er af öxlin þetta var öxlin á hérna til dæmis bara rúring eða eitthvað öxlin á honum, húðflugur það myndi ég alveg geta kingt sko, en að tásu húðflugur sko ógeðslegt, hæll Ég tekur opið Þú tekur opið? Já Það er ekki að gleipa eitthvað drast Já, ég verði eiginlega að gera það líka eftir að ég fór að krefja hitt sko. Þá er það síðasta kortmundi frekar Vilja geta tala við dýr Þessi hefur komið hjá mér fyrir mörgum árum Því að mér finnst þetta svo áhugaverð spurning Kortmundi frekar, vilja geta tala við dýr Eða geta tala við látið fólk Ég myndi vilja sko tala við látið fólk Ég veit bara ekki alveg hvað það fá út úr því sko Já, þá ertu, ég meina Ef þú getur það svona í alvörunni Ég veit að nú er ég ekki að gera lítið Getur valið hvað fólk tala við sem er dáið það? Já, þú veist, ertu að tala um bara heilu samræðunar Þú ert bara að slaka á í kvöld bara og ætti að chilla með í rauninni dánum vilja Ég er ekki að tala um að þú getur bara Jú, ég veit ekki hvað ég er að tala um Getur maður alltaf bara vilja að tala við Jack Ég meina, ég er um það að spá í sko Ertu að tala um að tala hvernig er að handan Eða ertu að tala um bara að þú ert að fara að spila PlayStation með einhvern Nei, þú ert alvöru miðill bara Þannig þú getur Já, svona rétt heyrt eitthvað svona Nei, þú getur bara talið við Já, ok, þú bara Ef þú ert á svæðinu þar sem var jarðsettur Þá getur þú talað við hann Ég vil dýrin Já, ég nenni, komin einhver aðstæðar sem snákur upp og inni króa eða eitthvað tíma og þú álur abaskitt sem er bara gamli Hvað er fretta hvað núna? Svara Ég er líklega bara að reyna að býta Ok, getur við rætt það eitthvað Ég er ekki Það er rosalega Það geta sagt bara við Björn eða Tígristi bara herru, ég er að koma hérna ég er algjöru vinuðin ég er ekki að gera neitt Ég ætla ekki að vera hérna að maður fara Það áttu mig vera og ég skal lofa þér rettaði kjöti Miklu meira en ég er Ég á pening, ég veit að þú veist ekki hvað peningur er en það er svona þess að við kaupum hlut ég skal koma með svo mikið að kjöti þetta handa þér að þú trúið ekki Ég held að það var sniður að velja það sko frekar en látið fólk Ég held að dýrin líka myndu vera klárari með tímanum Hvort myndi generata meira cash Þú vilt alltaf meina fjárhagslegt öryggi sér sem skiptir mestu máli Það myndi ekki trúa þér og geta talað við látið fólk Jú, ef þú bara getur Já, þú veist, ef þú getur sagt þér allt sem að bara það er að versta er, ef þú fyrir miður þá getur ekki beint svona tala bara við bara hvað er að frétta ef ég myndi koma til mín og ég geti talað við látið fólk og ég myndi vita allt þannig að allt sem hún er að segja hún er bara að tala í gegnum þá getur þú grætt helviti mikið pening Er það ekki það sem miðlar gera bara?
Ekki svona, þau heyra bara svona Kannastu einhver við þetta, kannastu við þetta. Þú getur ekki farið til miðl og sagt bara ég ætla að tala hans við Afi, manstu þegar ég sagði ok, hvað sagðir við mig? Ég sagði við bara ekki taka töflur, slettu því. En þú veistu hvað fólk er til að eyða miklu peningi dýrin sína? Ridiculous amount sem að hundur er bara grátað í 10 dag og veist eitt hvað hann og þú getur labba og spurt hvað hann hægri fótur mér, ég veist henni mann Sko, ert að sjá fyrir þér að þú færir að tala við dáðufólk að manneskinn sem þú ert að tala við myndi breytast í, nú ætla ég að tala við hann bara svona og hann er svo bara ekki taka töflur Whoopi Goldberg breytist í Ghost Nei, byrju Ghost með Patrick Swayze breyttist í að voru inn í hana og tala í gegnum Ég er ekki að tala, ég er basically að tala að þú myndir tala við mig en ég væri með afaðin við hliðina á mér Já, vistu hvað, ég held ég ætla að leifa bara því fólki að hvíla í friði og byrja frekar að tala við dýrin að því að ég held að sé líka geggja ég myndi að chill upp í sófa og bara spjalla við hundinn og reynda að spjalla ég rosa mikið við hundinn Ég þurfti ekki að græða pening á því ég geti talað við dýr Ég held að fólk tali rosa mikið við dýr Það verður skemmtilegt líka Djöfull verður hressandi að geta sagt bara einhverjir flugu bara herru, drullaðir út maður, ég ætla ekki að drepa þeim út með Ég var að tala með á Íslandi sem bara getur ekki farið í kringlulega smárlind það er svo mikið að dánu fólki og maður tressir ekki það, getur ekki farið á geinn Í alvegni? Já, herru Váka, ég myndi aldrei hangi í kringluna ef ég verið döður Það er liðið að gera það Það er bara mjög góð bútt Ráðum í söru Sko, það er bara hangað í kringlu Þú getur bara verið hvað sem er í heiminum Ég er að spáði fara bara til Íslands, Reykjavík og hangi í kringlunni Og strípiklúb í AC Það er verða Það er frekar verið í kringlunni Já, ég minna, þú veist, af þessum 2 stöðum örgulega samt þar, sko, frekar en að hangi í kringlunni, sko En, drengir, það er komið að lagi sem ég ætla að spila Maður beðnum að spila Þetta er, splunkunýtt Þetta er Húpa Búpa Og okkar besti maður Luigi er með þeim í þessu lagi það ekki nú allir Luigi hér Þetta er lag með honum og Pretty Boy Choco verið spilað svona 10.000 sinnum á þessari stöð Hér er hann með, bara splunkunni í bandi sem kalla sig Húpa Búpa Tjekkum á þessu Let's go Þetta er FM FM 957 Það held ég, kæri hlustendur Þið að hlusta hér FM 95 blö á FM 957 En við erum ekki í beinni núna Við erum konið í klefan Og það eru við steindi Við erum ekki setið í þessum klefa í nokkra vikur núna Saman Félagarnir Hérna liður okkur best Já, hér knúsumst við og kissumst Það er enginn sér Því að við elskum hvern annan En við ætlum í Hvað, býttu, þú varst að biðja sem er mjög skrítið Þegar þú ert svo lélegur Þú vilt fara í að láta skella þig Ég bara fekk hugmynd á leiðninga Þú vildur ekki segja mér hana? Nei, ég get sagt þetta núna þú vilt Ok, ákveður átt eitthvað lítið bara á það? Nei, því að bara annars segður ekki þóra að keppa mig Þetta er þannig hugmynd, sko Ég held ég hef aldrei tappað fyrir þessu bulli, sko Það sem ég langar að gera, blöð Hvernig ætlar að flækja þetta í dag? Sko, ég þarf að fá konu í dag Konu, ok, það bara ringjum við konu Af því að ég held að hún, sko, þetta er af því að ég ætla sko að ringja og ég ætla að segja Ekki segja mér það Ekki? Nei, mér langar bara að heyra sýntali Já, ok, af því að ég held að veri skellt á mig helvíti hratt sko. Ok, þú heldur það þetta alltaf sem er skemmtilegt Hvað ætla þessi kona heiti? Bara einhverju fallegu nafni Bára? Já Ég held að við aldrei farið í Báru Nei Og þannig að þá getið farið svona ofalega Sko þurfum að fara í mörg nöfnindasteindi Við þurfum að fara helviti neðarlega Það gerði mig greið Farðu á blaðsíðu bara 16 Ég held að við aldrei ringt í Báru Já, en farðu samt bara Það er bara nokkuð safe hérna Ég veit það, en það er ótrúlegt Þú ert búin að gera þetta í ykkur 13-14 ár Það er ótrúlegt, þú sért alltaf ennþá að vinna með fyrstu blaðsíðuna Já, þú veist, ykkur er fyrstu að fólk Þú er búin að ringi sama fólkið ár eftir ár Herðu, það er ástæð fyrir að mér er treyst fyrir tökkunum Steinþór Hversu oft Ef ég ætti allar upptökundaræði Ef ég ætti allar upptökundaræði þegar fólk segir Heyrðu, þau hefur nú hringt í maður Við hendum því alltaf Það er svo mikið Ok, en viltum búa, höfuborgarsvæðinu eða viltum búa út á landi? Ég væri til í Þegar hér er meina Báru Hún byrja á Seyðisfirði Já Það er ekki eitthvað? Jú Ok, tilbúin Já Laka til hvað rosalega hugmynd út með núna Eina sem ég fór að hugsa vandi konseptið mitt er að ef hún er sko svolítið í svona minni bæ að hérna þá þekkir hún kannski alla ég þarf að vera ókunnur Ég þekki ekkert alla króknum sko Halló? Já, er það Bára? Bára mín? Já, þetta er Bára. Já, sæl og blessuð, Símon heiti ég og nú er bara komið þannig mál upp hjá mér að ég ætla að fara á EM í fótboltanum í Þýskalandi og gæti þú passa börnin mín 4 stykki á meðan?
Veistu hvað ég á heima? Já, ertu ekki á Seyðisfirðinum alltaf? Nei, Nú, hvað ertu? ég var í Akureyri. Já, ég er bara líka þar, þetta er nú bara ágætis tilviljun. Jæja. Á ég ekki bara að rusla krökkunum til þín og þú passaðu í einhverja viku? En hver ert þú með leyfi? Ég er bara í tómu tjóni maður, búin að vera vakandi í marga daga maður og snjókoma og allt í rugli á mér maður. Ég þarf að koma fjölskyldinu ykkur, viltu ekki taka við þessu fólki? Nei, ég hef ekki hús pláss í það. Ég gerðu það maður, þú voru að... Ég er í tómu rugli maður og það er að gera eitthvað í þessu. Ég ræð nú ekki til það þó þú sést í rugli. Já, ég er bara ég er á hvítur hraðlestinu maður, það er bara þannig, bara, þú voru að, bara, takk. Já, allt í fína. Já, og allt í fína. Nei, já, það er bara... Já, allt í fína, sagður við. Já, hvað gerum maður eftir því? Hvað heitir þau? Ég heiti Símon. Bára. Heitir Símon? Já, Bára, þú sagðir á þann allt í fína eins og allar að kveðja. Nei. Þú þarft að kveðja við maður. Já, það er allt í fína hjá mér, ég hef ekki þú. Bára, Nei. Bára, þú átt ekki svona, þetta símtali búið, myndi ég halda. Já, allt í fína. Er það ekki? Blessaður. Hvað segirðu? Vertu blessaður. Já, vertu blessuð, gaman að þér, bæ. Djöfull, þetta langt símtal maður, Ég var ekki enn búin að skella á. Bára, þú er að skella á. Ég lagður síma bara frá sér. Telur þetta? Já, síntal er að þau gangi. Telur það? Já. Bára, ertu þarna? Bára, Það er ekki búin að skella. þú er að skella á maður. Þú er að skella á. Fyrir utan það, þá er í reglum, þú mátt ekki byggja að láta skella á þér. Býttu hvað, er þetta bara endalur símtali og gleymir að skella á? Þá getur þetta verið 30 tíma símtal. Þetta kom í 3 mínútur. Já, þú er að... Bára! Æ, þá bara skella... Það er í símanum með þá. Já, Bára! Ég er búin að skella á það búið. Ég er búin að skella á. Nei, þú er að skella á mig bara. Bára, þú er að skella á mig. Æ, þetta... Við erum að skella á. Þetta var bara lélegasta hinga til. Lélegasta? Þetta er eins og þessu liður, hann ætla bara ekki að hitta hjá mér. Steindi, í fyrsta lagi sagður ég ætla ekki hraðalista gaurinn að þú voru komið leið á honum. Ég ætla að fara... Hann mætti þarna. Já, ég þurfti að grípa í, þetta var bara í neyð. Ég þurfti að skella á hana. Bára var ekki búin að skella á, það voru komið 3 mínútur. Nei, hún hélt hún var búin að skella á. Hún lítur að telja, finnst mér. Þetta var greinilega bara eldri kona. Og þú varst meira þess að búin að segja henni að skella á bara, já, hvað gerir maður þá? Það má ekki. Nei, þetta er allt í rugli það. Ég get ekki tapað þessu. Þarf ég að ringja það? Já. Ha? Auðvitað. Ég meina, þú gætir alveg lent í ykkur ótrúlu og bara verið í 4 mínútur. Nei, það er ekki hægt að vera með lélæra síndala þetta. Djöfull, og byrju, hvað var þetta sem Við getum ekki spilað. Það er ekki hægt. Ég er alltaf að spila Alls ekki. Þetta var ekki heim í þessari keppni. Djöfull, það var vond maður. Sko, hlustendur verða líka að vita. Þú hringdir í máðan og sagðist fyrir með rosalega hugmynd fyrir að skella sig. Hvað var það? Þú ætlaði út á EM og byrja einhvern að passa fyrir. Ég hugsaði bara að þú hringir í ykkur kondi bæ og segir, heyrðu, ég er bara fullur og ætla að fara á EM og vilt þú ekki bara taka börnin og hún myndi bara skella á, skilju. Nennir ekki að standa í þessu. Ok, herðu. En máli er að Bára, hún hékk á línun. Já, þetta var, eins og ég segi, ég get ekki tapað þessu, bara hvað á ég að gera hérna? Ég hringdu bara eitthvað, klára þetta. Já, sjá. Hún þarf að vera nutta þessu, andlita á mér þetta var þetta ekki gott, ég veit alveg. Þetta var algjör viðbjör. Má sjá? Halló. Halló. Hver er þetta? Hver er þetta? Ha? Halló. Þetta er FM FM 957. Það held ég fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957. Minnum að sjálfsögða á unboxingið í kvöld sem byrja klukkan 19:30 í beinni útsendingu á Stöð 2. Ef þú ert áskrifandi á Stöð 2, annars ferðu inn á Stöð 2 kynning. Þetta átti að vera Stöð 2 vísi, það var eitthvað vesen þar, þannig þið fara á Stöð 2 kynning ef þú eru ekki áskrifandi á Stöð 2 og svo er þetta sjálfsögða á vísir.is. Það er rosalegt uppgreitt að vera komin á Stöð 2 með unboxing. Það er rándist. Það verður ekki mikið dýrra. Good shit.
svo náttúrulega þetta alltaf bara á vísi líka fyrir þá sem vilja bara horfa á þetta bara já, henda svona vísi og horfa á það sko. Já, það var að senda á mig frá Selfossi sem er einhver rosalegasti bæri landsins hvort þau mættu sýna þetta á risaskjánum að því að ekkert EM í kvöld. Ég sagði, já, getur farið bara að horta á risaskjáin á Selfossi. Það elskar líka allir að vinna free shit. Já, en það eru 50 mann sem var að vinna eitthvað í kvöld. Sem er slati. Já, ég meina, ef þú ert í bingóinu, þá eru bara 7 sem vinna. Miklu meir líkur að vinna hann en í lottó, bara svona fyrir gamli fíklana út úr því. Og svo er rúsinan í pilsuendarendringi, það er flöskubor Stóni, það er one-on-one spjald sem að þið fengu að ráða núna. Ég fekk einmitt sendum daginn, hvað var að frétta, ætlum að gefa út F9 blöð spjöldin. Ég sko því meira sem hugsa út í að stindi, þá hefur átt verri hugmyndir að því sturluðum pælingum sko. Þetta er best að þú fengið. Þú ert procrastinator, þannig að þú ert aldrei að fara að gera þetta. Hvað þýðir procrastinator? Frestunar ára, frestari. Já, hann er frestari. Já, það er sko máli er að ég er alveg í tökur og ég klári í oktober sko. Þannig að ég þarf að gera þetta þá. Ég veit og svo ættu líka hell lífið og gandla og allt þetta. Ég veit þetta. Þú þarfst að fara í pottin og slaka á. Já, ég myndi segja að tækja nú alveg einhver tíma að gera þetta en ég myndi gíska á næsta ári frekar en í ár. Og myndur þú telja að vera góða líkur að koma út F9 blöð spjöldin á næsta ári? Já, þau koma einhver tíma. Hvaða hugmynd varst þetta með daginn? Því að ef þú ert að kaupa svona pakka, NBA-pakka þá getur unnið eitthvað treyjuna sem LeBron eða eitthvað og þú vildi vera með einu pakka þá getur unnið spjald sem væri með efni úr nærbuksunum hans Rúrik. Já, það væri svona relic spjald það sem getur unnið 101 Rúrik og það væri Versace bútur úr Arjónum í spjald. Það eru, málega þessi spjöld verða rosaleg. En eins og ég segi, þau verða eiginlega að fá að koma þegar þau koma. Ég meina, ef við værum heima hjá okkur og gerir ekki raskat, þá erum við búin að gera þessi spil. Eins og staðan í dag, þá eru komin út tvö spjöld og það er Vúrt blöð og flöskubor Stóni og já, seinna spilið verður dregið út í kvöld. Það er búið að bjóða 400 skall í þetta spil. Já, sem er dregið út í kvöld. Þannig að sá sem að vinnur þetta spjald, við segjum þetta mitt í beinni útsendingu eftir, sá sem vinnur spjaldið getur selt á 400.000. Þetta er líka mjög valuable shit. Það er líka að senda okkur bara í DMs á Insta það er gaman að vera með verðhugmynd í kvöld. Þannig að ef einhver vinnur spilið. Þetta er líka besti vinningun í kvöld. Það er margir dýrir og flottir. Það má ekki gleyma því, þú bauðst 500.000 í Vurt-spjaldið og hann sagði nei og hann situr ennþá á því sá sem vann það í það er vörðblöð með sík og reyður og sko sá gæi gæti actually reynd að kaupa þetta. Ef ég verið hann myndi að gera það. Safnum þau þrema þegar svo kemur Egill út jólin. Lagergilsi vantalega. Það verður lagið. En það er drengir komið að dagskrálið sem að já, ég ætla að setja þetta hérna eins upp sem heitir þekki eða ekki. Yes. Lagið er mætt hérna undir og að þessu sinn er ég bara með 3 spurningar. Við höfum líka oftast farið í þetta svona fyrr í þættunum. Það eru áður að ferja í þetta blöð. Já. Ég verði eiginlega að spyrja því að núna voru í nótt var þetta frambjóðardæmi í Bandaríkjunum. Það er byrjað. Trump og Biden voru að mætast. Já, þetta var bara sko Biden þessi maður skulle vera bara the leader of the free world man. Hann er náttúrulega valdamestir maður í heimi held ég en hann er náttúrulega elliær hann var erfitt með að tengja setninga. Já, en ég fór alltaf inn að hugsa þessi 2 gæjar hvernig getur þetta verið bestu kosturinn í Bandaríkjunum? Af öllu fólk í Bandaríkjunum eru þessi 2 gæjar að berjast þetta. Það er ótrúlegt. Hvað er að gera? Sko við vinnum á FM og erum kannski ekki alveg inn í þessu en það er einhver sem sagði mig að þetta er kerfið þarna er bara svo erfitt. Já. Það er bara trullu erfitt fyrir ykkur að koma en okkur er ekki ykkur bara eitthvað 50 fólk að keppast en hérna á Íslandi getur bara hver sem er bara run for president en af hverju það lítur að vera einhver frambarileg manneskja sem er bara milli 40 og 50 sem getur farið þarna og jarða þess pælið að kem einhver frambarileg manneskja inn hún myndi jarða þessa gæja sko þú veist bara á 0-1 sko. Ég heldur enda sig ekkert grín að fara í svona debate við Trump sko. Já, hann er allan að sjarp og kann að svara við að Biden stamaði en á móti kemur að Trump laug repeatedly sko. og það er enginn að tala það daginn eftir það er alltaf að tala hvað Biden kom með út sko. Það sagði ég svaf aldrei um klámutsunni hvað er það að tala það hann er bara viðkynna þess að 300 sinnum að gera það og líka bara Trump er heldur ekkert að yngja sko. hann verður núna ekkert eitthvað feskastur sko. en hann var feskar en hinn hann allavega ekki gamlir menn að rífast þarna maður bara hvað að gera í okkar kostningum daginn það var bara festlið í bland við aðeins eldra lið það kann allir svara allavega þetta er mjög spes en við ætlum að fara í þekki ekki og ég spyr drengir hvort er alltaf að fara fram og undan ég skal kíkja fram, ég þarf að pissa Steinþór er búin að vera að fara fram undanfarið hvernig fór síðast, var ekki stórmeistari í jafntefli? Það var ég ekki Nei, ég held að vera jafntefli Ég þarf að opna skýrsluna Já, þú dokumentar allt sem við gerum en
Þá ætla ég að ætla að setjast þess núna. Sæt og slaka, þetta er lokað þátturinn blöð. Ég veit þið til ofta eitt kall. Mátt ekki vinna yfir þig. Nei. Þú veist líka, flest fólk núna er búið að vinna og farið heim. Við vinnualkarnir, eigum eftir klukkutíma hér. Svo er að fara í unboxing, við komumst heim í kvöld svona, ég veit ekki, 11:30. Já, ég vorki nokkuð, það er fólk að leiðin á nætuvakt og eitthvað svona, sko. Já, kannski. Það er aðeins, já, en auðvitað verður vinnualkar, en þetta er tilbúin. Fyrsta spurning, og ég dýrka þessa spurningu, ég fekk hann að senda á Instagram og þetta var ástæðan fyrir ég hendi í, hérna þekkið ekki í dag, ég glemd að seifa nafn eitthvað sendið mér hún, en ég ætla að þakka fyrir hana. Við erum mikið skemmtilegum fan sem er komið á góðar hugmyndir. Ég veit og ég dýrka þegar hérna fólk á Instagram sendur okkur hugmyndir af dagskráraliðum eða eitthvað svona gott í þáttin eins og þetta var. Hérna það er hægt að fá það er hægt að fá 0 til 5 stig. Ef þú mætti velja 5 vökva sem kæmi úr 5 puttum á þér, hvaða vökvar eru það? Það er rosalega. Það er basically, þú veist 5 vökvar, 5 puttar. Ég ætla ekki að spyrja hvaða puttar. Það er bara, þú er 5 puttar að þér og þú getur bara að byrja að sjúa puttana þér núna. Þá kemur þessu vökvi og þú ætti að velja 5 vökva. Ok, ég ætla að byrja bara á vökva sem öll dýr í heiminum drekka, sem er vatn. Þannig að þú myndir setja vatn eitt að þessu af því að þú getur farið bara á næsta vask en nei, ég ætla ekki að vera truflaði. Byrju, má það líka? Er þetta ekki eina sem ég má drekka bara í heiminum? Nei, þetta er bara, færð þetta bara í puttana þérna. Og má ég drekka samt, má ég samt labba inn í búð Já, ok, ég held að það var eina sem ætti að drekka eilífu. Nei. Þessi 5. Nei, þetta er bara eitthvað sem færð, bara eitthvað svona superpowers í puttana þérna. En það er svo sem ekkert vont að vera með vatn. Já, ég meina, þú veist, ég æfi náðast á hverjum degi. Já. Og þú líka. Getur bara fengið að sopa. Já, og þú verður að hafa vatnana, sko. Þannig að það er, ok, number 1. Ég ætla að spila annar leik bara eins og þetta sé 1-5 drikkinni sem ég má drekka. Og þú settur komið með smá slaka niður, það er koncept. Nei, ég meina, meldu bara svona 5 mikilvægastu drikkina. Svo ég ætla að setja Celsius út af því ég er koffínfíkill. Orkudrykk. Og hérna, elska ekkert meira en koffín. En máli, ég drullu miklu veseni með þetta, sko. Því mér langar að setja bara kaffi auðvitað, sko. En hvað, ég ætla að fara allt öðru sem ég held þetta færi. Hvað ætlar að setja kaffi þarna líka? Nei, ég er ekki má að segja. Ég bara sko, ég fæ náttúrulega koffín hittið í gegnum Celsius hana, sko. En þetta er drullu erfitt, sko. Ég ætla, ok, Pepsi Max. Ég er aðdóðandi. Settu Max. Með góðu mat, þá er Pepsi Max ísköld. Það er oft gert grín með mér. Herru, ég var hérna á Edition í daginn að borða með konu minni og þeim og geggjaði matur framan okkur. Ég pantaði Pepsi Max og það hló allir. Það þykir ekki töff greinlega erlendis að panta sér Pepsi Max með flottum mat. Þú ert kóksari. Já. Hvað er þetta? Ég skammaðist mér ekki neitt. Nei, bara kóksari fannst Pepsi Max. Hvað er aðeins við liði? Já. Ok, hvað er komið með vatn? Celsius og Pepsi Max. Sko, light bjór. Light, já. Þegar ég er í sunshine, sem gerist occasionally, þá getur þú bara að byrja að sjúa þumalinn og þú þambar light. Það er eitthvað í mér. Ég get ekki sleppti að fá mig light. Nei. Það er eitthvað að mér. It's my cross to bear. Þannig ef það væri sól á Íslandi 365 daga á ári, þá væri ég light 365 daga á ári. Ég miður þannig að það er kannski ágætt að sé bara það er your cross to bear. Sko, svo er ég með 5 og þetta er dead height millir Raut og Jager. Og núna er ég sko, ok, nú ætla ég að hjálpa það því að það er, ef það er hlegið að mér að vera að drekka Pepsi Max með einhverju fínu mat á hóteli, rauðvín og putta, það er eitthvað pínu sad. Ég er svolítið einbætið með að sé einhvern veginn 1-5 hlutinni sem megi drekka for the rest of my life. En sem þú setja bara steik, myndur það fara bara puttana ég myndi bara sprauta úr puttunum í glas og svo myndi ég drekka það þannig. Hæðilega, ég kann mig. Ég skilu. En svo Jager er náttúrulega bara 56 ingredients served. Það er gott að vera veitt staup á sér alltaf. Cold. Þannig út með vatn, Celsius, Pepsi Max Light og hvað séðast það? Jager, ok. Shit, ég var náttúrulega séð Raut. Já, þetta er rámt í listi maður. Herru, þá er það næsta. Já, þetta er mjög góð spurning. Ég fekk hann að senda fyrir einhverju vikum síðan. Ef þú hefðu mætt velja þjóðernið þitt, þú mátt ekki segja Ísland, hvaða þjóðerni hefur þú valið? Það myndi aldrei segja Ísland. Síðan sem myndi velja, sko. Já, þú mátt ekki velja. Shit. Mætti vera frá hvaða landi sem er, hvaða svona, hvað hefðu hentað þér? Málega er að, þú veist alltaf ég er að creator. Content creator, hérna. Nei. Og reynda svo lélegast á landinu. Já, það segir engin lengur content creator. Nei, já, Rúri kendiði það. Já. Og hérna, og ég er búin að rannsaka svolítið
hvaða krát Rúrik hitta þannig í þessum mótilfríum sínum. Sástu vídeoð að Rúrik í gær, hann takk við bíómynd, satt einn í herbyggi með gítarinn að syngja og var paparazzaður. Það var eitthvað píasinn á því. Og þú skoðar aðeins hvaða lið, þessi fellow creators sem hann hitta, hvaðan eru þeir allir? Yfirleitt Ítalíu og Gríklandi. Okay. Og svo eru sumir hérna frá Ameríku líka. Þannig að þetta eru þessi 3 lönd sem það er svona velta fyrir mér sko. Því að sko Ítali er alltaf ekkert eðlilega huggulegir sko. Þegar ég var í Gella og væri ég bara þar sko. Skilji. Gríkirnir, huggulegasti vinur minn er King Mike Brown. Hann er Gríki. Já. Er hann huggulegasti vinuðinn? Ég vil sé Mike með þykkt hár og það var að klína með vinkilinn. Þú ert alltaf að tala um að Rúrik sé svo myndalegur. Hann skoraði flottasta mark sem skorar á stjörnuvellinum since beginning of time. Klíndu honum í vinkilinn. Versta er það ekki til neginn vídeo því. Já, þú veist, þú er ekki búin að finna upp myndið alveg þá. Nei, en hann sett í vinkilinn á 45 metr. Ég saði einhvern veginn við Mike, þetta er svona pína eins og gaurinn sem að tróð alltaf þegar allir voru farin heim. Varst eitthvað svona á körfuboltavelli, varst að hoppa og eitthvað svona, svo bara herri, ég tróði í gær, nú það sáði eitthvað. Nei, það var allir farin heim, sko. Erlega, sko. Ok, ég þarf þjóðinni. Og huggulegasti vinur minn er Grikki. Allir þessi mótilvinir Rúriks eru Ítalir og Grikki. Svo satt Amerika með mjög góð fæðubótarefni og góð gym. Þú með góður svara ég veit að hætti að setja pressu á mig. Veistu hvað er besta við Gríkland? Við vorum þar í fyrra á Krít með heimsferðum. Besta við Gríkland er að við saman hvernig fórum, það var alltaf góður matur. Það er ekki hversu myndalegt fólk er. Þú sást ekki að það var ekki Gold's Gym hana. Nei, herru, svaraðu. America, ok. Shit, ég valdi bara eitthvað. Já. Hlusta bara með good. Já, við getum ekki Þetta er ekki að vera að velja það sko. Svo er það síðasta. Hver er morgunrútínaðin og sá sem verður nær hinum, sem sagt réttu svari fæði stig hann verður stig í búði. Síðasta spurningin. Morgunrútínaðin, hvernig er það? Ok, ég vakna. Sko. Það er ekki að skrifa það því að væntanlega vaknaru. Ok, takk. Ég lauma mig fram og ég er að passa með að stíga á ákveðna hluti á parketun. Ég er búin að læra hvar barakarið og hvar ekki. Þannig ég svona tippla á tánum. Þetta þarf ekki að vera svo rosalega. Ég er að útskýra hvað ég geri. Ok. Hvað það sé S-vibe? Nei, ég hætti við. Því ég er í góðu gýr. Ég er í góðu skapið það. Laumaði fram. Sér fæna salerni, loka hurðinni svalið við get. Ég er í fjölbýliskómur sko. Það er eitt að búa í mansion þar sem getur skellt hurðum og vekur engan. Ég þarf að loka eins valið og ég get. Svo fer ég inn á salerni, fer í íþróttagalan. Svo þarf ég, næsta vesen, ég þarf að ná í kaffivélina inn í eldhús, fara með hana inn í þvottahús, setja henni samband þar og fá mér að köpa kaffi. Veistu af hverju? Annars vek ég alla. Kaffi, ég er að skrifa þetta niður. Kaffi, herðu, ekki segja bara kaffi, íþróttagalli, kaffi. Ekki skrifa bara kaffi, lykilatriði er að sækja kaffivél og fara með henni í þvottahús. Veistu hvað það er ekki vesen? Nei, ok, hvað gerist svo? Svo því ég er búin að fá mér að köpa kaffi, þá þarf ég að opna aftur millihurðina, þá komum við aftur frá sófan, setja með headphone, það með kaffið og fyrir computer work. Svo fer ég í sporthúsið á gluggalögurskriftstofun eftir þetta. Sporthús, ok, herru, dröllaði fram. Hvað varst þetta niður? Já, þetta er bara laumaði fram, salerni, íþróttagalli, kaffi, svara mailum í sófanum og ferða svo í sporthúsið. Þannig áttu mér að svara þessu. Já, svo er bara hvernig morgunrútun hjá manni sjálfum. Hún er reyndar ekki flókin, en Steindi er komin inn og þetta eru 3 spurningar. Herðu, það er nú smá partí frammi. Það er nú alltaf eitthvað í gangi hérna. Já, fólk er bara að horfa á unboxing. Já, fólk er nefnilega, veistu hvað, ég held að fólk sé helviti gíra fyrir kvöldinu. Já, ég vona. Sem er gaman, sko. Ertu tilbúin? Já. Fyrsta spurning, ég er mjög gaman að henni og það var ástæðan fyrir fórum við þekkið ekki. Ef þú mætti velja 5 vökva sem kæmi úr puttunum að þér, hvaða vökur væru það? Þannig út basically með þessa 5 drykki frítt það sem eftir er, eða bara ef þú ert eitthvað stærri vesen og getur fengið þér. Koma allir þessir vökur úr einum putta? Já, þú ræður því. Nei, þú bara vilur og segjum að setja með 5 putta, það skiptir ekki máli. Það er maður sem maður krakki, þá var maður alltaf að búa til svona mixa með Pepsi við mix og eitthvað svona. Já, ég er ekki að tala um það. Ég er að segja, ef puttin er eftir 1 putti, þá fara alltaf að fá. Nei, þetta eru 5 puttar. Allir puttarnir. Já, þetta er basically steindi, velduði 5 drykki. Já, þá ætla ég að velja mér, ég myndi byrja að velja mér Pepsi Max. Pepsi Max? Já. Max úr einu putta? Já, ég er Max Fíkil, sko. Já. Gott að vera með það þarna. Já, ég er alveg að taka 2 á dag sko. Já. Er það skrítið það? Nei, ég er bara með þér þar. Og svo myndi ég velja bjór. Bjór? Já. Einhvern sérstakann bjór? Já, ég myndi velja light. Light bjór. Ok. Síðan myndi ég velja rauðvín. Rauðvín? Það er þetta, sko, er ekkert skrítið að vera að drekka rauðvín úr puttunum á sér?
með geggjara steik? Venst það ekki eins og allt? Í hvaða putta myndur þú hafa rauðvinnið? Myndast gat inn í puttan eða? Ég veit það ekki. Ég myndi vilja hafa rauðvinnið. Já. Ég myndi hafa það litla putta. Ok. Af því að þú ert mest held í þumlinum. Það er svona þægilegt að vera bara svona, horfa á vídeo. Er það lætarinn? Já, það gæti verið lætarinn. Ok. Hvað er næst? Út með Max, Pepsi Max, light rauðvin. Ég held ég drekki light mest af öllum drikkjum. Já. Þú veist, drekkur meira af light en vatni? Nei, ég drekk náttúrulega ekki 2 light á dag. Nei, þá drekkur meira Max. Nei, því að svo þú drekkur light og drekkur kannski 8. Já, þú meinar. En þetta er auðvitað Max-putin. Já, þumallinn. Herru, ég held að það flói flug upp mig inn í stúdíónu. Nei, það er ekki flug hérna. Ég er bara eiginlega ekki búin að sjá flugur í allt sumar. Herru, hvað er að ykkur maður? Hvað er næstu þér? Þú komið Pepsi Max, light, rauðvin. Já, ég myndi vilja hafa Celsius-putta. Celsius-putta? Ég drekk mikið orkudrykkjum. Já. Og hvað er 50 puttin? Það getur eiginlega verið hvað sem er, sko. Af því að, ég meina, þetta eru helstu drykkirnir og ég meina, þetta er ekki vatn. Já, ég má aldrei drekka úr krana. Jú. Nú, er þetta ekki einu drikkinu sem ég má drekka að eilífu? Nei, þetta er bara út með þetta í puttunum. Þá skiptir þessi putti engumáli. Þetta er bara baugfingurinn og hann er... Hvað kemur úr honum? Það kemur bara úr honum bara heitt kaffi. Kaffi, ok. Já, en af því að þú veist, ég myndi ekki nenni að fá mér til dæmis gott rom í baugfingri. Nei, en þú ætla samt að fá þér rauðvin. Já, ég er ekki með hennar kröfur rauðvin. Mér finnst gott rauðvin gott, en ég drekk alveg úr beljum og þú getur rétt með hvað rauðvin sem er og ég drekk það. Já, ég skil ekki fólk sem er gott til að drekka úr belju. Það er hellingur að því. Já, ég meina líka bara svona eitthvað sveppist þar á meðan. Auðvitað er gaman að fá gott rauðvin, ég er ekki að segja það. Ég bara get alveg sittið ekstra og drukkið rauðvin úr belju. Já, og setur rauðvinslösk á borðið, hvað ég neytin ekki, sko. Nei. Það eru þá á næsta. Ef þú mátt velja þjóðerni og mátt ekki segja Ísland, hvað myndir þú velja? Hvar hefur þú viljað fæðast, hefur þú ekki fæðist á Íslandi? Já. Hvað svona heldur þú myndi henda þér? Hvað sérðu þig svona? Ég myndi örgulega vilja vera Jamaica búi. En máli er að já, ég held það sko. Jamaica búi. Já, það er bara mjög svona þægilegt, svona relaxed en sko er svo náttúrulega móti. Við vorum það náttúrulega í draumnum af lítið stress. Já, en á móti náttúrulega er landi sjálfsamt náttúrulega hættulegt og mikið af rugli. Þannig að ég fór að hugsa sko, ég sá lista að það væri best að búa í Danmörku. Ekki velja Danmörku. Nei, ég segi að það er best að búa þar. Af öllum löndum í heiminum er best að búa í Danmörku. Það var bara kom listi. Já, til hamingju með það. Ísland er einhver staðar á topp 5 held ég sko, til hamingju með það líka. Já. En mér langar ekkert sérstaklega mikið að vera Dani. Nei, mér finnst Jamaica, ég ætla ekki að bara höldu því. Já, þú veist, mér finnst það allavega mjög svona nett fólk, sko. Þú væri flott í Jamaica búið. Já, ég er náttúrulega mjög mikill Bob Marley aðdáandi. Og fékkst þið dredda hann í draumnum, mástu? Já, og ég er náttúrulega ég er búin að vera Bob Marley aðdáandi síðan ég var bara lítill krakki. Ég átti yfir 50 geisladiska með Bob Marley. Það er náttúrulega ekki ástæðan fyrir að velja það þjóðurni, en herru, ok. Þú veist, ég dyrka Cantona, ég myndi samt ekki vilja vera frakki. Ég er með þess að farið á æskustöðvar Bob Marleys. Já, herru, vinur minn kveikti næstu í leiðinu. Ég haf búin að segja bara því. Já, síðast en ekki síst, hvað er morgunrútina þinn? Morgunrútina mín hún er þannig að ég svona venjulegu dagur þá vakna ég. Já, það er ekki að skrifa það. Og ég gef krökkunum að borða. Set á tónlist. Ég set alltaf tónlist á mótana. Já. Dreif frá. Ok. Og dreif svo frá? Já, bara þú veist opna, dreif frá skilur og leifi sólinn að koma inn. Sólinni leifi. En hvað okkur dreifur fyrir áður? Dreifur ekki bara fyrir í svefnherberginu? Dreifur fyrir bara stofunni og eldhúsinu öllu? Ég náttúrulega bý í öðru sér hús en þú. Ég bý bara við götu. Já, hvað dreifur þá fyrir allt? Ég meina annars bara sérðu inn í húsið. Ok. Og ég meina Það er með áhorundur? Nei, ég meina ég er oft bara eitthvað á bumbun og labbum og fá mér pop og eitthvað. Ég dreif fyrir og kvöldi. Nóju June, herðu ok? Nei, ég held að flestir séu nú með bara, er ekki flestir með gardinu bara í eldhúsglugganum hjá sér eða?
Jó, en ég held þess ekki endilega með þú sérðin í húsi mitt bara gegn eldhúsið sko. Já, til þess að fara heim til þín þá þarf það að gera leiðanga. Þú getur ekki bara alveg svo þig, þú ert að fara inn í göttuna þína til þess að vera komin að húsinu. Þú getur ekki bara kyrt frá mig, skilur. Þú ert að leggja bílnum og labba og vesenast. Nei, þú getur alveg kyrt þarna fyrir utan og sérðu heima að mér. Það er bara nákvæmlega sama hjá þér. Þú ert að keyra inn í göttuna þína til þess að sjá hennum gluggaðinn sko. Herru, slakað á. Nei, þú ert alltaf. Herru, já, ég dreif frá. Já. Og stundum ef það dreigið fyrir. Já. Svo byrjaði ég yfirleitt á því að fara yfir, þú veist, fer yfir svona helstu, opna síman, kíkja á helstu skilaboð, mail, bara svona svar þessu helsta. Og svo fæ ég mig kaffi. Ég fæ mig 2 kaffiböll á dag og ég fæ mig bara kaffi heima með mér. Svo er ég bara í orkudrykkjum. Og svo farin út? Nei, svo fer ég í sturtu og svo fæ ég mér annan kaffi. Og eftir það þá tek ég opnaði tölvu, þá fær ég með krakkarnir labba, þess að ég labba bara með yngri en eldri labba stundum undan. Þetta er að vera svo langt svar maður. Já, býttu. Þetta er sama og ég aglaðan, ég var basically að tala bara hvernig svona lett rútína. Já, þetta er að mikilvægasta. Svo þegar ég er búin að fylgja þeim í skólan og kemur tilbaka og þá opna ég tölvu og tek svona kannski klukkara í að skoða það sem ég er að gera. Ég er mjög spennandi hvað maður er að gera og þá tek ég svona klukkara í því. Og svo fer ég út og hitti fólki sem ég er að vinna með því. Þannig að ég er búin aðeins að svona setja hausin í það. Klukkunutölu. Og hérna já, þetta er svo langt, ég ætla bara að fá hann eitt inn. Er það? Ég er ekki búinn samt. Nei, þetta er bara sama og jagli, ég stoppaði hann líka. Voðalega rútínur eru þetta. Ég laður það. Já, bara hann var frammi í svona korter. Það var sama með þig á. Ég var spurði ykkur út í rútínur og bara ég gleypti flugu hérna sko. Þú veist að þú ert að biðja okkur rútínu og þarf að ég var ekki að tala bara einustu mínútu. Nei, rútína eru margir hlutir, þetta er rútína. Já, herðu, klukkan er bara 5:30 sko. Við varum gæla á sögum blaðsjö, ég og The Stonefuck. Klukkan er bara 5:30? Já. Ég eftir að fara með ykkur í Svo fyrir við alltaf að undirbúa unboxing, þannig að hafa a couple of beers. Það er í stundum að stoppa ykkur. Steak kannski. Skuldum auglýsingar. Hvað erum við að fara bara steak? Ég menna við höfum 90 minna glugga þá til að við chillum bara hér chillum. Ræðum þetta eftir drengir, hvað er að ykkur? Djöfull blæðriði maður. Hörru, ég spurði Egil hvað 5 vöka myndi hann velja í puttana sína? Hann myndi velja lightbjór 1 stig. Hann myndi velja rauðvín. Fara ekki stig fyrir það, sko með 1. Ég skal rösti þetta eftir, slaka það er rosalega ekki fá sterakast, ég veit bara að þú ert mest rauðvinsmaður landsins, þetta er lí. Og 3 svör eftir, þú ert komið light. Ég myndi segja að væri inn í þessu væri sódavatn. Rámt. Djöfull er hann að ljúga. Herru, hann er að ljúga þessu. Hann drekkur ógeðslega mikið sódavatn. Og 2 eftir. Þú ert komið 1 stig. Hvað? Þú ert að dröndum á bak. Já, sko. Því líka veistla. Ég er að vinna þetta. Hvað er maður gísk? Þú ert 2 eftir, þú ert komið 1 stig. 1 stig? Já. Ég held ég myndi fá allavega 3 eða 4. Já, menn þú ert 2 eftir. Þú veist, hann hlýtur á að satt Celsius. Já, hann rétt. er fíkill í það. Þú komið 2 stig og 1 eftir. Ok, þá, þú veist. Komið 2 púnta, það er ekki það ég meina, þetta er annarkot kaffi eða þetta er eitthvað svona pre-workout bull eitthvað sem hann er að drekka á leiðinni í vinnuna, sko, í gegnum litla putta. 2 stig, nærðu þriðja, hvað segir það? Já, það er kaffi. Það er rámt, þú náður 2 stig. Hvað er þetta síðast? Ég ætla ekki að leiðilega þetta, þú varst að hæja. Segðu þið mér lista. Nei, ég ætla ekki að segja neitt fyrir ég er búin að spyrja Egil, ég spurði Steinda hvaða 5 drykki myndu þú setja í puttana en þú mætti velja hvaða drykki sem er. 5 punktar coming up right now. Ok, sko, Steindi fekk 2 punktar. Það sem er að gerast núna hann er búin að segja 100 sinnum að versti drykkurinn hans að hafa átt á lífinu vatn. Þannig að það er strax út, það er ekki vatn. Það er ekki versti drykkurinn, það er bara ekki bragðað. Byrjum bara Pepsi Max og náum þægilega punkt. Rétt. Númer 2 auðvelda líka, Celsius. Það er rétt, þú ert komið 2 stig, þú ert búin að jafna hann. Förum við 3 auðvelda, förum við endum beer hann líka. Hvaða beer? Ég segjum bara light beer. Það er rétt, 3 stig. Ok, nú komum við Þetta er helviti von. Hörðu, og þetta er bara rautt og Jager. Rautt er rétt og svo var það kaffi og það er 4 stig. Það er enda svo skrítið að drekka heitt kaffi og puttanum að Jagerinn hefur verið sniður í, sko. Skjóta á sig. Egil var með Jager, Light, Pepsi Max, Celsius og vatn. Ekki sódavatn. Vatn út af því I'm hitting the gym. Fæ ég samt ekki fyrir vatn, því að sódavatn er vatn, bara með bublum. En það segir rétt, til þess að peppa upp. Ég var 50-50 á Jager og rautt. Og þetta ég elskar báða út í lífinu, sko. Eftir Þóri Kastalan og Egil, 4-2 fyrir mér. Ég spurði Steinda Ég get ekki tapað. Ef þú hefði mátt fæðast í hvaða landi sem er hvaða þjóðerni hefði Steindi valið? Já, sko, nú þarf ég að hugsa, sko. Fyrst að, sko, nú þarf ég að hugsa, þegar hvaða landi með mestu fyllibituna? Ég er ekki að vera leiður.
Þú ert að segja ég sé fyllibita. Nei, það Ísland ekki. sko. Nei, ég er ekki að meina það. Ísland með mestu Ekki fyllibita. snúa út úr það sem ég er að segja. Akkur ætti þá að vera að hanga með fullt af fyllibitum. Sko ég ætti að vilja það þá. Ég held þú er íri, veistu af hverju? Þetta er gott. Þú elskar Ærismann og David Fuller og Ærismann. Írin elskar UFC, Conor er frá Írlandi, Conor er ískur. Þið finnir Steindi og Ærismann. Þú getur drukkið eins og íri. Hann er ekkert einhver sérstöku uppáldi sem bardamaður sko. Hann sagði Jamaica-mann. Hæ? Til að vera Jamaica-mann. Komstu til að ljúga? Hann vildi vera á Jamaica. Kom ég til að ljúga? Minnst það bara, hvað minnur? Gera hvað? Þú ert íri? Þegar ferð á pöppin, hellir í þig splitta geðinu, hvað þú gefur Jamaica? Þegar þú segir það, þá hefði ég tekníklega átt að segja íri. Ég veit ekki það líka en mér finnst líka bara eitthvað nett að vera, þú veist, bara Jamaica. Hvað vildi Egil vera? Ég meina Egil, sko náttúrulega elskar Tomorrowland, það gæti vilja vera Belgi, sko. Ég verða að fá svar. Já, en þú veist, hann vill ekki vera Blöður að benda á klukkunar. Já, sko, við skuldum auðlýsingar fyrir Sækir fólk þegar blöður að benda á klukkunar. Já, ég myndi segja að hann myndi vilja vera Spánveri. Nei, hann vildi vera Bandaríkjamaður. USA. America, fuck yeah. Það var stíðasta spurning. Já, þetta var svo löng svör hjá okkur að þetta gengur aldrei. Það sleppaði bara. Já, bara Egil, hvernig er morgunrútinin á Steinda? Það með kæfisverð. Þannig að vakna þreyttur, ráfa villuna sína í svona 5-10 mínútur. Í svona hálfgerðu kóma, tampust að sér sofandi, potar í sér í speiklunum, opna Celsius, opna tölvuna, sko, hvernig dagurinn er og eftir það þegar svona 3 mínútur að mæta fundala bara nút. Ég get ekki gefið Ég veit að punkta þetta. Hvernig er rútínan hjá Agli, Steindi? Það er endralega samt rétt hjá hann, ég fyrst seint út ef ég ára mættur eitthvað, þú veist, en það er bara, maður er upptekinn í sínu. Ég held að rútínan hans sé að hann vaknar mjög snemma, hann situr hanglaði undir hurðarnar og fær sér kaffi. Svo hann vekengan eftir að hann fæ sig hann er ekki morgumatsmaður ekki nema að segja erlendis hann og valla þar held ég hann er svo fer hann í moka skablin fyrir utan og fer hann í bíl. Þetta var Neil og Sports, hvor ekki að fara stiga? Hann har samt eiginlega skilið punkt fyrir að þú veist, ég er hann að lauma með fram og vekengan. Þú rústaði þessu upp, skuldum auðvitað og ég ætla að fara í þér. Svo er spurningkeppni Gilsarans hér eftir smástund. Topp tónlistarstöðin FM 957. Þeir að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Þetta er lagið Miracle með Calvin Harris og Ellie Goulding. Já, Miracle, býta áttu ekki líka lag sem heitir Miracle, Egil? Já. Hörðu, þetta er keppnið Calvin Harris. Speaking of, ég er með tilkynningu. Nú, þú veist að tala lög hérna, ég er bara mjög hægur og það er stórt. Ég lélur í plögginu. Ég er að henda út lagi DJ Muscle Boy næsta föstudag á miðnætti, 50. kvöld miðnætti. Já. Sem heitir Ocean View. Það er þetta rosalegt. Hvað elska ég meir en Ocean View? Ekki neitt. Þannig ég tók fundundaginn með Ensves, sko elska ég, hann sagði þú elskar Ocean View, áhverju gerðu í glasi sem heitir Ocean View, hann sagði þetta er besta hugmynd sem ég hef heyrt. Þannig að sko það er allir sem að hlusta sem eru erlendis eða Íslandi með Ocean View frá með næstu helgi, takkið mig, setja lagið undir, repost Gilsit eftir í gang. Takk. Það er næsta föstudag. Já, það er 50 dag í rauninni, 15. kvöld. Ég vona að ég geti farið sem fyrst eftir næstu helgi í sól og hérna setta undir. Þannig geti kannski 0.8 inn, 8. til 10. Já, það er ekki þáttur, það er ekki þáttur næsta föstudag. En við ætlum að fara í King of Birthdays. Já, King of Birthdays. Þetta er einu sem er áður. Já, ég hlýt að vera ekki vel eða við því, Steinþór. Þú tappaði 7-1. Já, það kemur ekki óvart. Til í fjölskyldu og vinnufélögum til skamma. Það þarf allavega að fá fleiri stig en 1. Já. King of Birthdays, hvað erum að geta reyna? Það er 10. Láttu ekki svo hjá henni. Að reyna að reikna þetta. Þetta er svo bara, þetta er óþægilegt. Þú veist mínúturnar. Ég veist ekki mínútur í það. Já, þú ert að fara, það er tónleikaferðið ekki? Það er Pearl Jam. Pearl Jam ferð maður, það er rosalega. Ég þarf að fá innblástur fyrir þjóðtélagið okkar því að það er krokksalag. En þú veist að það er samt samið á sunnudaginn. Steindi, það var gaman að þú myndi samt gefa blöð, þú veist, smá hérna Run for his money. Já, nei, já, ég verða heima. Það er bara 20 heima. mínutur eftir og svo er steik og raut og svo er unboxing í beinni útsendingu á Stöð 2 og Stöð 2 kynning. Já. Þannig að hérna, við þurfum að drífa okkur. Hvað er þetta með okkur? Ertu það lítið afmælisbarn að þú hatt stór afmæli á árinu og ert ekki byrjað að preppa neitt? Nei. Já. Ég kom með dagsningu. En hann fær ekki ammali, hann fær ekki punktur. Nei, eða ekki. Nei. Býtu. Hvað þýðir að vera komin með dagsending? Ertu búin að gera event? Ertu búin að bjóða fólki? Þú veist að fólk er að plana frí
núna, hvað það að gera í desember? Það er enginn að fara í frí þarna maður. Þetta er byrjun Það des er nýjasta shit í Íslandi að fara til tenu jólin. Já, þetta er ekki jól. Fólk hatar Ísland sem býrina sko. Þetta er fyrir hana. Ég er að hugsa 7. desember. Ég er að meina bara, þú veist, hatar ekki að svona skilur. En sko ég er búin að, á hverju segir ekki bara eftir búin að plana næsta stóramælið þitt? Ertu búin að plana þessa stóra blöð? Já, stig á mig. Punktur á blöð. Já, takk. Nei, ætlar að leifa honum að stjórna hvernig keppnin er Ég var að Þetta fannst mér Það var það sem skrítið var að gerast. 10 daga þú. Nei, veitu, hvernig var spurningin? Ertu það lítið ammælisbarn að þú stór ammæli á árinu og ert ekki byrjað að preppa neitt? Ef við ekki bara halda okkur við hana? Nei. Og ætlar þú bara að semja spurningu og gefa þér stig? Ok, máli, ok. Er það bara þar? Ég vil ekki byrja að rífast. Nei, ég meina þá hún svo spurning er ekki í keppninni. Þú bjóst bara til. Ég vil ekki byrja að rífast, en ég elskar að þetta verður hostile. Nei, ok, herðu, ætlar þú að opna þér 1 bjór núna? Já, ég ætla að gera það bara núna. Það fæ ég stig. Nei, ég er búin að plana næsta stóramæli. Já, en það var ekki spurning í keppninni. Jú, hann var basically að tala hvort þú væri búin að skipuleggja næsta stóramæli. Hann bara fattaði ekki. Á árinu, sagði hann. Ég á ekki stóramæli þessu ári. Það er nefnilega málið. Ég er 45 ára næsta ári og það er plana. Og ég er búin að plana ammæli. Það er sem stóramæli næsta ári. Þá getur þetta fengið punkt á næsta ári. Herru, fæ ég punkt eða ekki? Þú stjórnar segir. Jó, það er 1-0 fyrir blöð. Hörru, fær maður hérna, er það stóramæli? Er næsta ári, er þetta ekki stóramæli? Já, 45 Nei, það er ekki stóramæli. Víst. Þetta er ekki Semi-stórt. Hæ? Það er ekki stóramæli? Að vera 45 ára. Já, það er ekki semi. Já, að þú ert með hugsaður eins og 10 ára krakki. Hei, þetta er næst mínuspunktur. Getur þið verið mínus 1? Stór ammali er 10, 20, 30, 40, 50. Fyrst er ekki stór ammali 25 ára, 35 ára, 40. Ok, það er aðeins stærra kannski en 22-23. En það er ekki stór ammali. Lögur að fara að leia ranga á aftur. Nei. Ég ætla ekki að segja okkur hvað verður, en það er búið að plana. Ertu búinn að plana? Það er meira en ár í það. Mástu klippan sem ég sendi er að fullorðið fólk sem er að plana ammæli sín langt fram í tíman og heldur það í marga daga. Það væri veikt. En ég fekk það ekkert bara frá þér. Ég fekk það bara svona 100 manns á Instagram. Hefur þú eitt ammælisteginuðinum í bleiu? Nei. Jú. Þegar maður kann ekki það. Já, shit, ég fatt ekki að þetta tæm. Svo heimskust 2-1. Já, það er í rauninni 1-1 sko. Þetta tekja 30 ára vantilega í bleiu, þannig að ég. Það er 2-1. Shit, ég fatt ekki að það stendur í bleiu daginn. Já, við náðu því alveg sko. Hörðu þið. Óvæntu punktur á Stonefucker að það. Og Auðun Blöndal. 2-1. Hörðu, þetta ég. Sko, þetta var lága greinda að kikka þinn. Það ætti að vera 1-1 ef við erum heiðarlegir. En það er 2-1. Myndur þú vilja fá Hawk 2 í ammælisgjöf? Ég vissi þú myndi koma með þessa sko. Já, fallega orðahöður. En ég meina, þetta er Ég get alveg hugsað með verra ammælisgjöf en Hawk 2. Já, Hawk 2 er ekkert slæm ammælisgjöf. En það er samt bara gjöf sem ég myndi vilja fara á einni manneski eins og orðið á þannig. Það er 3-2, þetta er stendi. Þú ert svolítið að stígu upp. Þú ert bara verið í blei og vildi Hawk 2. Sko þegar var 7-1 síðan. Ég veit að stendi. Og þarftu ekki alltaf. Þú líka. Ég var ekki að gríla eitthvað, þetta var asnalegt. Það er 3 ár eftir og þetta er mjög spennandi. 3 ár eftir, ok. Þegar þú ert í ammæli skýrnum áttu það til að hleypa ekki fólki heim úr ammælinu. Já, það hefur gert. Punktur á blöð. Já, ég fæ ekki punkt að það. En þú ert í gýr heima út af Wine og Dine Out kannski með, þú kannski með, þú veist. Það er bara frjálsmæting. Með alla stemningsmennina með Svanþór Eða með Egil Ölgerinni og með Slæjarn og hleypur mönnum bara heim. Herru, veistu hvað? Þetta segir ekki svona stráka, þetta ekki verið lengur. Blöð leyfði mönnum alveg að vera frjálsi mennandi í Atlantic City. Það var engin partilöka. Ég er að þroskast. Ég tek frí og þá kemur alltaf glænir blöðin. Já, ég er að þroskast. Hef ég slæm áhrif á það? Já, nei, þetta er bara meira, ég er að eldast aðeins. Ég hef verið að nú aldrei hleypt mér heim í beddan. Nei, bara menn. Það er ekki lestur, sko. Nýi blöð leyfið mönnum að drekka á því tempói sem vilja að drekka á og ég bara fara að sofa þegar ég vilja fara að sofa. Já, þú ert búin að fatta dagdrykkina. Hún er best. Hörðu, 4-2. Nú er möguleikir við stenda að breyti 4-3. Hvort fyrst er skemmtilega og þau eru alveg hinskilir? Að blása á kerti og ammæliskökunni eða fá ammælisblástur? Þetta er svo Þetta er Varstu frá 9 morgun að segja þetta?
Fyrsta voice memo var svona 9:35. Ég hef búin að 10 klukkutíma að segja með þess. Ég hef ekki blásið á kerti sem ég var svona, hvað er maður gamall þegar að hætti því? 10 ára eða? Mist ótrúlega þú sem hættur að blása á kerti. Nei, ég var aldrei. Það er eina sem þú ert á ekki að gera. Ég hef aldrei viljað blása á kerti. Hvað er þetta bilaður? Hæ? Hvað heldur ég sé bara, heldur ég viljað blása á kerti eins og lítið barn? Ég meina, mér stæla merkilegt og þú sérst ekki í því að blása á kerti? Já, þú veist, þú ert svo mikið afmælisbarn, þú heldur upp á því marga daga Hvað þarf ég að segja ykkur oft? Það sem ástæðan sem ég vil halda upp afmælið mitt er að vera bara með uppáhalds fólki mitt í kringum mig. Bara blöð með súkkulaði. En það er ekki til þess að blása á kerti eða það gjafir sko. Svona súkkulaði kaka frá millunni, búin að velja mynd úr ykkur trolls eða ykkur og svo blæst á kerti. Ég vil fyrir eitthvað frá blástur. Afmælisblástur. Sko, þú þarf punktana Steindór, þú fallega skemmtilega af afmælisblástur en að blása á kerti það ekki. Jú, það ekki. 5-3. Hörðu, blöð búin að taka þetta. Eða sko það er ein eftir, þú klára hana? Nei. Nei, skrítin. Ef þú getur klára hana síðan sjálf sekundi svarið. Nei, verður bara sleppt. Spurningin, ef þú myndir opna pakka og sjá þig og opna pakkana, það er Hannes Neo Muffan sem var gerð eftir Hannes í leikstjóra. Yrður ánæður. Hannes var alltaf svo markmaður. Þessi var gerð eftir penisnum á honum. Þú veist, yrðu glaðir með gjöfuna. Þetta er ekki dildó, er þetta ekki muffa? Jú, ég þarf að móta þetta. Já, mótað eftir hún. En þú veist, en yrðu ánægð með gjöfuna? Já, ég meina 6-4. Ég meina, það er ekki bara frábæk gjöf. Þú skítapaðir ekki. Nei, það var jafn núna. Það var freka jafn núna. Til lukkum með það Steindi. 6-4. Stóðst tímur. 2-0 fyrir blöð í Birthday Boy. Þroskuð og skemmtileg gerni. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Það eru við erum svo tæpir á tíma. Við þurfum að lækka niður í þessu. Já, ég ætla ekki að segja leðilega lagi en þetta er Tommy Rickman með $1 Million Baby. Ágætis lag. Það var rekin. Segðu það til leðilega. Enda er þetta bara fínasta lag en þið eru að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 drengi. Það eru 10 mínútur eftir á þættunum og svo erum við bara í fríi fram á þjóðatíð. Það er rosalegt, það eru drengir. Það er náttúrulega, sko, það er unbox í kvöld. Já. Og ég er búin að vera að spyrja mig hérna, fólk náði ekki alveg hvernig á að horfa. Þetta er náttúrulega Vísir. Já. Fyrst og fremst að horfa þetta á Vísir.is. Ef þú eru áskrifundur á Stöð 2 þá getur horta á þetta á Stöð 2 og annars er þetta Stöð 2 kynning sem er stöð þarna inn á Þannig að þú vilt horfa á þetta í sjónvarpinu og ekki á Vísi heldur á í sjónvarpi og ert ekki með Stöð 2 þá er þetta Stöð 2 kynning. Annars er þetta bara Stöð 2. Flestir er að fara að grilla og fólk í heimsókn og taka a couple of beers. Eða flestir mun taka þetta á Stöð 2 kynning á Stöð 2. Svo langar líka að leira þetta annað því ég var að fá sent hérna hvar sækir maður spjöldin, það er engin spjöld. Nei, þetta er ekki bingo. Eina svo að gera er að vera bara áskrifandi sem þú gerist inn á fm95blöð.is og þú getur gert það í allt kvöld, þú veist, þú fer alltaf bara automatist í pottin þóttu sem byrjaðir í útsendingu, getur gert það bara núna alltaf langsniðast og þá ertu bara komin í pottin. Það var að bætast inn síðasti vinningurinn í unboxing í blöðkastinu og það er risa vinningur, það eru 2 miðar á kótilettuna sem að er The Carlett, já, okkar besti maður EB á Selfossi var að senda inn 2 miða, þannig að þið getur unnið líka 2 miða á kótilettuna sem er núna sem bara er rosalega hátíð. Já, það er 2 vikur í hana. Já, og það er líka ágætt að koma inn á það að fólk ætti líka að reyna að tryggja sig miða fyrir 4. júlí því að þá hoppa verðið upp, þannig að fólk þetta er alveg tilbúða með hann. Þú vilt læsa inn betra verð. Já, bara líka áður að verða uppselt, þetta tekur ekki endalaust plásið. Og það er búin svona pælingin í okkur að nýjasta lagi verði mætt akkurat þá helgi. Er ekki planið að frumflytja það þar? Jú, á kótilettunni. En sko, Steindi, við erum tæpur á tíma, ætlar að henda okkur í Já, ég meina, Opos. Ég meina, ég er til, eru þið til? Við erum til, góðum með þetta. Já, þá þarftu náttúrulega að finna náðu því. Lagið. Það er náttúrulega ekki Opos, er það sama lag bara? Já, þetta er mjög gammalt lag, sko. Já, ok. Þetta er M.O.P. Okkar bestu er náttúrulega gott og gill lag, sko. Það er algjör stemning. Já. En þetta er Opos rap, sko. Ok, M.O.P. betur komið hérna. En svo má ekki heldur gleyma að Oposið er komið aftur, sko. Ertu að semja þetta sjálfur eða farið aðstoð frá fans? Hann getur samið þetta sjálfur því að hann er Opos. Já. Hann þarf ekki að fá young people. Hann er yngri en ég. Hvenær verður maður Opos? Ég held að þú byrjar að haga. Ég held að þú myndir lifa til 125. Já, ég náttúrulega því 2. Ég náttúrulega svo dísellin, sko. Ég held að þú eiginlega 22 ári að vera kallað Opos. Ég matla áfram. Herðu,
Góðum með það. Já, herru, svo að Netan að senda mig líka. Akkur er ekki búin að spila til í allt 3. Ertu rugglaður sann? Netan að hlusta. Erum við ekki búin að spila það? Nei. Ætlum við ekki að spila í dag? Hafðu það tilbúið núna í lokþáttar. Maður sjá, þú annars gleymur því. Er það því núna? Já, við náttúrulega skuldum líka. Herru, byrjið þetta, drengir. Þið talið svo mikið. Er þið klárir í How do you do fellow opos eða old pieces of shit? Hit me. Og fyrsta spurning, hún er svona. Og Egill, verðst á tánum núna. Ég er bara ekki snöggur og þið blóði. Nei, þú bara verð á tánum. Botnaðu línuna. It's my life, it's now or never. Var þetta Egill? Er það? Þetta var, ég sá það ekki, ég var að lesa. Það veldur á hvort metur að hver er fyrstur á réttupönduna eða hver er fyrstur á náinni. Nei, fyrstur eiginlega fari í þetta. Það var blöðarinn, það var sneggur upp. Ég byrjaði að stað, hann er extremely fast. I ain't gonna live forever. Það er hár rétt að blöð. Helvita, þetta var krókstæðarspurning. Opos. Já, er þetta opos? Hvað meinar þú? Heldur þú, ef þú spyrir eitthvað tvítugan, ef þú myndir spyrja 18 mannesku, veistu hver Bon Jovi Já, eða Pearl Jam eða það er bara, það fá að hleyja Creed heldur þú, ef þú myndir spila þetta lag bám, bám Akkur hefur það ekki á ef þú myndir setja þetta á í einhverju mentaskólapartí sveimið það, þú er líklegast Lamin, það er helvita hart Það er ekki lamin Nei, hún verið fleikt út Ekki hostile crowd Hún verið fleikt út Í kveikjar í sig Það voru önnur hvað þýðir frasinn að græra áður en þú giftið þig Ég heyrði þetta Það er Egill Þetta er old school frasi Það þýðir að þú fær kannski óó en það verður farið áður en þú giftið Ok, þetta er svo lélega Það er rétt Back in the game Back in the game, segir líka Það er nefnilega svolítið erfitt að halda með blöð í þessu því hann vinnur svo oft Afi sagði alltaf um því að það var lítill Græðar á hann giftið Já, ég bara heyrði ekki hvað það sagði Ég fagna alltaf þegar Egill hlæst þig En þú líka, ok, þessi spurning segir sér sjálft samt, er það ok? Já, en hann Egill var bara snögg Þú svarar það ekki, Mr. Asshole Þetta er bara asshole line sem þú hendi Það er ekki að punta þetta Loks ég fæ punkt og gera hann lítið um Nei Nú ætla ég að ná lít núna, ég var reyður Hvað þýðir frasin hver þremillin? Það er auðblöndið Það er bara hver anskotin bara hvað er í gangi Það er hárið Helvítis Hver þremill Það segir þetta ekki Þetta er svo reyð Ef þú heyrir með einhvern tíma að segja hver þremillin og ég er ekki að grínast Á móti sparkinu Á móti löðurunga með 60% effort En enda ertu ekki opos Þú bara 20 ári í það Ef þú ætla að vera 125 ára gamli Það er svolítið í það Það eru hreinskilin Haldið að segja einhver í dag hver þremillin Nei, máli er að við erum ungir í anda Jafnaldrar okkar Segir enginn hver þremillin Bekkjabræður þínir, þeir eru alltaf núna þeir reka tánni hver þremill Er þetta eitthvað rugg? Það er bara þannig Hanski Swessmouth Hann tala flúin íslensku Það gæti sagt þremill Það má ekki gleyma því blöð heldur að það er ekki margir jafnaldræðinir sem flaska sig upp ef liðið þitt vinnur í fótbolta sko Jú Nei Margir eldri en ég Nei, þú ert bara ungur í anda sem er gott okay. Þá held ég áfram Youngblood Þegar talað um möppuna hvaða mappa er þetta og hvað er eiginlega í þessari möppu? Það er Egill Rassamappan Þú fær bakvið og velur möppu sem segir gæjanum sem er að vinna vídeolögn eða fá þess að mynd hann fær bakvið næri í henn og fær heim og hristu Já, þannig að þetta eru bláar myndir Það ekki? Þegar þú sagður hún að svarið? Nei, hann sagði að þetta væri rassamappa ok Hvað veitu nánari útskýringu á möppuna? En ef þú ert óbóst þá byrjum klámynd Hvað sé ég að meina? Nei, þetta er bara britsaramappa Sér er einhver trúður sem er hann að vinna og segir honum, mér líst vel á þess að mynd hérna hann næri í henn Þetta er bara hárrétt Þetta er bara hárrétt Herru, ég er í stuði í það Það er 2-2, það er úrslit Það er aldrei svo spennandi Shit Við hvaða tilefni er talað Svaraði? Nei Ég er að taka séns Ég ætla að ná svarréttunum Nei, þetta má hann að blekki Ég þarf að segja spurninguna Nei, þú eru að svara núna Nei, ég þarf að klára spurninguna Annars myndi ég alltaf gera þetta bara Já, ég veit það Ég svaraði þér í þessu Ég ætla að læsa inn svarið Nei, það má ekki Svaraði? Nei, hann vissi það ekki Þú verður bara að setja Fæ ég kannski Nei, ok, næsti sem réttur verður að svara Ok, þannig að mátt ekki þjósta svo mikið læsin Þetta ekkert Nei, þá verður bara Nei, aldrei gert það er stundu tæpur en þá ertu bara svona herru við hvað tilefni er talað að gott sé að vera með bæði
belti og axlabönd Auðun Blöndal. Þú ætlar að vera rosalega örugur. Þú ætlar að vera safe á því og ekki taka neina sjensa. Já, þannig að bara þú veist, ef neti myndi klikka þá er gott að vera með loftnet, þannig oft gott að vera með belti og axlabönd. Þetta er bara að taka enga sjensa, þá ertu bæðið með belti og axlabönd. Þessu ég var að fara að vinna nú þátt ég aldrei breyki þetta. Jöfull, Við erum voru ekki ykkur búin jafnir, maður. En ég ætla að hendin einum auglýsingapakka áður og kveðið minna. FM 957 Hárið þér að hlusta hér á FM 957 Blöð. Á FM 957 klukkan er orðin 6 strengir og við erum ekki búin að kveðja. En við þökkum bara kjallaða fyrir, já, svo astanlegt segja, fyrir veturinn. Því það ekki að fólk sem er að hlusta on the line heyrir ekki hvað Nei, ég er ekki vissu það. Nei, við látum bara vita aðeins fara yfir. Ég held maður þakki ekkit eitthvað svona fyrir veturinn ef maður, ekki nema maður mæti svo bara aftur næsta vetur. Mér finnst það sko Mættir í ágúst. Vanalega, hinn venjulegu gómur myndi fagna að fara í frí. Mér finnst bara drullu gaman að mæta föstum hýtu, taka nokkra læt, preppa. En við höfum blökastið. Já, blökastið verður alla þriðjudagi í sumar. Við minnum á unboxing sem að hefst núna eftir nákvæmlega 1,5 tíma á vísi.is og stöð 2 er áskrifendur annars stöð 2 kynning. En bara við heyrumst næst annarkvort í blökastinu eða bara á þjóðhátíð. En ég var búin að lofa, það var að koma út rándýrt lag hér, drengi, sem heitir 0-100. Það eru þeir Ólafsinnir og Egill Plöter, okkar besti maður. Þetta eru toppmenn. Þetta eru toppmenn og þeir voru að gefa út lag. Það er komið á Spotify, tjekkið á því 0-100. En ég ætla að gefa líka honum Jón Bjarni sem pródusera lagið. Hann fær sérstætt sjárat líka og hann er mikill snillingur. Þetta er rosa krúa bak við þetta lag. Já, við ætlum að enda á því, annars bara sjáumst við vonandi í kvöld í unboxing eða heyrust á þriðjudaginn. Og svo bara heyrust við í FM 957 Blöð aftur á þjóðatíð og þá verður gýr. Takk fyrir í dag. Hér kemur 0-100. Topp tónlistarstöðin FM 957